bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldin í Merkinesi Hljómahöll þann 4. júní árið 2024 klukkan 17 er hér með settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Sverrir Bergmann Magnússon, Hjörtur Magnús Guðbjartsson, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Róbert Guðmundsson, Trausti Arngrímsson, Valgerður Björk Pálsdóttir, Guðbergur Reynisson, Margrét Ólöf Sandes, Helga Jóhanna Oddsdóttir, Margrét Þórarinsdóttir og í forsætishús sem hér stendur Guðný Birna Guðmundsdóttir. Einnig eru hér viðstudd Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og Hrefna Gunnarsdóttir ritari bæjarstjórnar. Á dagskrá bæjarstjórnar í dag eru 9 mál, fundargerðir bæjarráðs frá 23. og 30. maí, fundargerð stjórnar Eignarsjóðs frá 16. maí, fundargerð sjálfbærnisráðs frá 22. maí, fundargerð atvinnu- og hafnaráðs frá 23. maí, fundargerð menntaráðs frá 24. maí, samþykkt gjaldtöku innviða og byggingaréttargjalds í Reykjanesbæ, síðari umræða. Svo tökum við fyrir í lið 7 og 8 samþykkt meðhöndlun úrgangs nr. 426 frá 2005 úrsögn fyrri umræða og tökum svo eftir því samþykkt meðhöndlun úrgangs fyrri umræða. Forseti mun skýra þetta nánar á eftir. Að lokum tökum við fyrir hér húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar 2024 fyrri umræða. Nú áður en forseti gefur hér orðið laust fundargerðir bæjarráðs vill forseti bæjarstjórnar óska nýjum forseta Íslands henni Höllu Tómasdóttur innilega til hamingju með kjörið með forseta Íslands. Sagði það ekki, bæjarstjórnar Íslands. Svo mikið að forsetum hérna. Það verður að segjast að þessi kosningabarátta var mjög spennandi þar sem við enduðum með 3 hæfileikaríkar og mjög verðugar konur í 3 efstu sætunum og fengu þar alls 75% atkvæða. Að því sögðu er forseti ekki að lasta þá flottu karlmenn sem tóku þátt en að mati forseta var komið að konu í þetta merka embætti en það eru 28 ár síðan að kona var síðast forseti Íslands og er þetta því merk tímamót. Við Íslendingar sem eru frjálslynd þjóð megum þó ekki taka þessu sem sjálfsögðum hlut. Þetta er mjög merkilegt og til að mynda ræddi forseti við hollenska ferðamenn eftir kosningarnar og tjáði þeim að við höfum fengið okkar aðra konu sem forseta. Og þau sögðu að þetta væri mjög merkilegt þar sem Holland hefði aldrei verið með kvenkyns forseta eins frjálslynd og þau nú eru. Nú forseti vill komin á þá merkilegu kosningaþáttöku í forsetakosningunum þar sem yfir landi var 81% þáttaka sem telst vera mjög gott. Þetta er merkilegt og frábært og alveg ljóst að Halla Tómasdóttir stóð sig mjög vel í hennar kosningabaráttu og mun standa sig með prýði sem 7. forseti Íslands. Nú við hefjum hér fund bæjarstjórnar og umræðum fyrsta fundalið fundargerðir bæjarráðs frá 23. og 30. maí, orðið er laust og Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir hefur beðið orðið. Virðulegi forseti, eins og áður þá langar mig að fara hér yfir nokkur mál sem voru á dagskrá þessara 2 funda sem hér eru fundargerðir að liggja hér fyrir og ég ætla að byrja á fyrri fundinum sem fór fram 23. maí en þar í fyrsta máli mættu Erla Bjarný Gunnarsdóttir sem er lögfræðingur á umhverfis- og framkvæmdasviði og Anna Karin Sigurjónsdóttir, verkefnisstjóri sjálfbærnimála á fundinn og lögðu fram drög að samþykktu meðhöndlun úrgangs í Reykjanesbæ og úrsögn úr núgildandi samþykkt þar sem ný mun taka gildi í kjölfar staðfestingar bæjarstjórnar og ráðuneytisins. En með nýjum lögum er mælst til þess að sveitarfélög geri sínar eigin samþykktir. Bæjarráð samþykkti drögin og vísaði þeim bæði drög að samþykktu meðhöndlun úrgangs og úrsögninni í fyrri umræðu hingað í dag þar sem það verður tekið fyrir og útskýrt betur hér á eftir. Í öðru máli kynnti Halldóra G. Jónsdóttir aðstoðarmaður bæjarstjóra hvaða viðburðir verða í afmælisviku Reykjanesbæjar 10. til 17. júní. En eins og við vitum öll þá eru 30 ár síðan Reykjanesbæjar varð til við sameiningu Keflavíkur, Njarðvíkur og Hafna þann 11. júní næstkomandi. Og blási verður til heljarinnar veislu í sveitarfélaginu að því tilefni sem hefst á afmælistaginn sjálfan þriðjudaginn 11. júní með frumsýningu á myndbandi sem fer yfir 30 ára sögu Reykjanesbæjar í máli og myndum fyrir hátíðafund bæjarstjórnar í Stapa klukkan 4 ef tillaga að færa fundinn
viku verður samþykkt hér á eftir. Ég hvet öll til að fara inn á vefinn 30ara.is og kynna sér dagskrána en þar má meðal annars finna afmælisratleik á slóðum Dittu í Gamla bænum, frítt verður í söfn, sund og strætó, afmælistónleika verða á þaki hljómahallar, söguganga og tónleikar í höfnum, litahlaup fyrir alla fjölskylduna, svipmyndir úr sögun okkar og ýmislegt fleira. Í 5. máli var lögð fram fundargerð stjórnar Eignasjóðs en ég mun fara betur yfir hana þegar hún verður tekin til afgreiðslu hér á eftir. Og í 10. máli mætti Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, verkefnastjóri vegna flutningsbókasafns Reykjanesbæjar á fundinn í gegnum fjarfundabúnað og fór yfir stöðuna á verkefninu. En starfshópurinn sem við settum saman vann tillögu að skipulagi sem hefur verið kynnt fyrir starfsfólki allra þessara stofnana og förum við bráðum að sjá loka tillögu starfshópsins og kostnaðarmat. En sú tillaga sem farið var yfir á fundinum sneri helst að því að verið að reyna að koma til móts við þau atriði sem hver og einn hefur talið mikilvægt að tryggja í þeirra starfsemi. Til að mynda lögð rík áhersla á að ekki verði skerðing á þjónustu við nemendur í tónlistaskólanum eða notendur og njótendur starfsemi allra stofnananna. Þær tillögur sem við höfum séð þar sem þarf að gefa eftir ákveðin rými til annarar samstarfsstofnunar snúa ekki að því að nemendarými séu samnýtt eða gefin eftir, heldur snúa þau helst að því að starfsfólk muni vinna saman að því að aðlagast breytingum, til dæmis þeim að mögulega þarf að samnýta skrifstofur, að aðlagast meiri og fjölbreyttari umgengni í húsinu eða umgangi. Að öllum líkindum mun ekki kosta inn á rocksafnið, það var svona tillagan sem við stóðum fram fyrir þarna og stefnuvinna fer samhliða í gang með framtíðarsýn safnsins í huga og líka svona að enn nútímalegri uppsetningu þess. Það mjög ánægjulegt að sjá líka svona stórir viðburðir verða haldnir í húsinu eins og við erum þekkt fyrir og stefnt að því að færanlega bókahillur verði til að mynda í bókasafninu sem hægt að færa til þegar stóra viðburði að ræða, þó að við þurfum að skoða kannski með þessa langstærstu. Það var svona það sem okkur sýndist á þessari tillögu. En Stapi og Berg munu áfram gegna sín hlutverki, en öll svo starfsemi sem ég hef verið að nefna hér á undan það sem lögð hefur verið áhersla á að vernda og tryggja að geti blómstrað áfram eins og hún hefur gert til þessa. Allt þetta sagt hér með þeim fyrirvara við vona á loka tillögu til okkar og kostnaðarmati á næstunni þar sem við tökum það fyrir í bæjarráði og við vitum að þessar breytingar munu þurfa fjármagn, en við munum skoða að skipta því niður í áfanga því öll viljum við tryggja áframhaldandi framúrskarandi starfsemi í húsinu. En mestur hluti þess kostnaður virðist vera einskiptiskostnaður við breytingar innan hús og búnaðarkaup, hönnun, sýninga og þess háttar og við skoðum það bara með opnum hug. En það verður mjög áhugavert að fá loka kynning á þessu verkefni og vilja aftur nota tækifæri og þakka stjórnendum og starfsfólki fyrir þeirra þátt í þessu máli. Ég skil vel að getur reynst viðkvæmt og krefjandi fyrir starfsfólk þegar breytingar eins og þessar í skoðun og þá reynir ekki síst á stjórnendur að koma réttum upplýsingum til starfsfólks þegar þær liggja fyrir og auðvitað líka til íbúa, nemenda, foreldra og notenda þjónustunar. Mér finnst skipta miklu máli að vinna þessa tillögur að tillögurnar séu unnar í hópi þeirra sérfræðinga sem hafa mestu innsýnina og þess vegna ég ennþá fullviss að það hafi verið hárrétt ákvörðun að staðfesta fara stað í þetta ferli og fela starfshópi okkar færustu sérfræðinga sem þekkja hlutina hvað best að vinna áfram í málinu til að tryggja við náum utan það sem skiptir mestu máli. En þá ætla ég að fara yfir í seinni fundargerðina sem var 30. maí og þar mættu í fyrsta máli Bergný Jóna Sævarsdóttir, sjálfbærnistjóri hjá Kategó og Elín Ragnheiður Guðnadóttir verkefnastjóri frá Kategó og þær kynntu stöðuna á vinnu við gerð þróunaráætlunar vegna græns vistiðngars á svæðinu við Helguvík-Bergvík sem ber vinnuheitið HB64. En þetta verkefni í vinnslu og í samstarfi fulltrúa Kategó, Reykjanesbæjar og Suðurnesjabæjar.
Í öðru og þriðja máli kom Halldór Karl Hermannsson, sviðsstjóri atvinnu- og hafnasviðs á fundinn og fór annars vegar yfir drög að samkomulag lóðir við Norðurbakka Helguvíkurhafnar og samkomulag vegna uppbyggingar á landeldisstöð Samherja á Reykjanesi hins vegar og fól bæjar- og bæjarstjóri undirrita drögin vegna beggja mála fyrir hönd sveitarfélagsins. Í fjórða máli mættu Margrét Lilja Margeirsdóttir, verkefnisstjóri skipulagsmála og Anna Karin Sigurjónsdóttir, verkefnisstjóri sjálfbærnimála á fundinn og kynntu þær Strætóskólann sem tilraunaverkefni sem stendur til að fara af stað með til að auka þekkingu og notkun barna á almenningssamgöngum, grunnskólabarna. Fyrirmyndin frá Akureyri, þar sem Vistorka hefur innleitt Strætóskólann og ætla þau að deila efninu með okkur, en það var upprunalega unni hjá gömlu Menntamálastofnun sem heitir núna Miðstöð menntunar og skólaþjónustu. En í 5. bekk, eins og við vitum, þá frístundaksturinn að detta út og því með þessu verkefni markvisst lögð áhersla á að kenna börnum að nota almenningssamgöngur. Það þarf að aðlaga kennsluefni að Reykjanesbæ og okkar akstursleiðum, en búið að leggja þetta fyrir skólastjórnendur og kennara sem leist vel á að keyra efnið inn í skólanum okkar. Hugmyndin að keyra verkefni í 3 ár og meta svo stöðuna eða árangurinn að þeim tímaliðnum og í haust verður það þó 6. bekkur sem fer í gegnum efnið en í framhaldinu verður það svo 5. bekkur. En bæjarráð óskaði eftir því að fá umsögn frá menntaráði varðandi verkefni en tók mjög jákvætt í að keyra það af stað í haust. Í 5. máli mætti Regína Guðmundsdóttir, sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs á fundinn og lagði fram samþykkt fjárhagsáætlunarferli Reykjanesbæjar, en fyrir áhugasama þá vinnan við fjárhagsáætlun 2025 hafin og verið að vinna þeim lykilverkefnum sem leggja á áherslu á næsta ári. Þar vinna meðal annars sviðsstjórar með kjörnum fulltrúum, bæði úr meiri hluta og minni hluta eins og við höfum gert áður, á forgangsröðum verkefna og svo tekum við vinna þar sem fjármálastjóri leggur fram ramma næsta árs og í framhaldinu verða vinnufundir eftir sumarleyfi þar sem stjórnendur, starfsfólk og kjörnir fulltrúar vinna nái saman að því að stilla saman strengi og tryggja að ábyrgð sé sýnd áfram í rekstri á sama tíma og mikilvæg verkefni ná fram að ganga. En bæjarráð samþykkti þarna fjárhagsáætlunarferlið en áfram verður unnið í tímalínu sem við tökum fyrir í bæjarráði núna í þessari viku. Í 7. máli voru lögð fram drög að húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar 2024 sem bæjarráð vísaði til fyrri umræðu hér í dag og verður hún tekin fyrir á eftir. Og í 8. máli var lagt fram erindi þar sem óskað var eftir að Reykjanesbær myndi greiða akstur strætó mánudaginn 17. júní, núna næstkomandi, og að ekki verði eftir laugardagsáætlun. Bæjarráð samþykkti þetta erindi og við vonum að sem flest geti nýtt þessa þjónustu. Í 9. máli var lagt til að gerði verði samningur við Njarðvíkursókn greiðslur vegna grafreita, en sambærilegu samningur hefur verið gerði við Keflavíkursókn og bæjarráð fól bæjarstjóri gera drög að samningi við Njarðvíkursókn sem byggir á sömu kjörum og framlagði samningu við Keflavíkursókn felur í sér og drögin eru svo lögð fyrir bæjarráð til samþykktar. Síðan voru eins og áður ýmis umsagnarmál, fundargerðir og fleira til afgreiðslu, svo ég læt þetta duga. Kærar þakkir fyrir þetta. Orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Hjörtur Guðbjartsson. Helga næst. Virðulegi forseti og ágætu bæjarfulltrúar og kæri bæjarfulltrúi Hjörtur, þakka þér fyrir. Ég kem hér upp til liðnum flutningur bókasafns Reykjanesbæjar í fundargerð bæjarráðs og get ekki orðabundist þegar ég heyri bæjarfulltrúa Halldóru Fríðu ræða í framtíð. Að safnið verði flutt, þetta verði svona og verði hinsegin. Það segir mér bara eitt að þessi ákvörðun löngu tekin og ég minni ágætu bæjarfulltrúa og bæjarbúa sem gætu verið að horfa á það að ég var nú fulltrúi í þeirri nefnd
sem að lagði upp laupana af því að ég sætti mig ekki við þau vinnubrögð sem að þar voru viðhöfð. Og það eina sem að gerast núna að það verið að vinna þessa kostnaðaráætlun. En ákvörðunin löngu tekin. Allt annað rangt. Það vekur líka athygli mína að við grípum gjarnan, eða meirihlutinn grípur gjarnan til þessa orðatiltækis lögbundin þjónusta. Að starfsemi bókasafna sé lögbundin þjónusta og því ber okkur skylda til. En staðreyndin sú að til dæmis núna í Reykjavík í sumar verður bókasöfnum lokað í hagræðingarskyni og það heyrist ekki múkk. En á sama tíma og við skoðum teikningar og hugmyndir og heyrum umræður sem hafa átt sér stað í þessari vinnu hér, þá erum við að tala um að leigja út kökuform, veita íbúum aðgengi að saumavélum og ég veit ekki hvað og hvað. Við erum búin að leggja hérna tónlistarskólan okkar að veði leið og við ráðumst í þessar breytingar. Það er gert ráð fyrir að bæjarbúar og þess vegna börn hlaupi hér ganga tónlistarskólans eftir að tónlistarskóli Reykjanesbæjar eða Keflavíkur og Njarðvíkur var á hrakhólum í ömurlegu húsnæði í árafjöld. Það er verið að leggja okkar helsta menningararf undir til þess að búa hér til menningarhús. Við skulum bara fara að tala það eins og þetta blasir við. Það er ekki bara verið að færa bókasafnið í Hljómahöll. Meirihlutinn ætlar að búa hér til menningarhús, sama hvað það kostar og af svörum meirihlutans að dæma við fyrirspurn minni samgöngumiðstöð að þá virðist vera allt undir. Og ég verð að segja það, hæstv. Forseti, að þetta hryggir mig sem uppalinn Keflvíking og núna í síðari tíð Reykjanesbæing að þetta skuli verða lyktir málsins. Takk. Hjörtur Guðbergsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu gestir og bæjarfulltrúar, rosalega erfitt að koma á eftir þessu. Bæjarfulltrúi Helga í mólum. Mig langar að ræða miklu skemmtilegra málefni kirkjugarða. Það er mér kannski smá hjartans mál, sérstaklega því að það er svona réttlætismál sem uppalinn Njarðvíkingur og íbúi Reykjanesbæjar og frá upphafi. Þá finnst mér rosalega gaman að sjá þetta mál fara í gegn. Þetta er mikið sanngirnismál eins og bæjarfulltrúi Halldóra nefndi áðan. Þá er slíkur samningur til við Keflavíkursókn líka. Hann var enda gerður fyrir tæplega 30 árum. Þannig að nú er verið að jafna leikinn. Þetta er ekki stórar upphæðir í samhengi rekstur sveitarfélaga, 26.500 fyrir hverja tekna gröf er ekki að fara að slega bæjarsjóð kannski en á eftir að skipta sköpum í rekstri kirkjugarðs Njarðvíkur. En nú það, við langar aðeins að snerta á umræðinu bókasafni, svona bara tala frá mínu hjarta. Þá finnst mér rosalega skrítið einhvern veginn á báða bóa, svona einhver kergja, í staðinn fyrir að skoða hlutinu með opnum hug, þá er bara einhvern veginn bitið saman og rosalega svona reiði og sorg og allt svo hræðilegt. Þetta er svo erfitt og það er verið að rústa öllu. Það er ekki búið að gera neitt. Nema kannski í Ráðhúsinu þar sem fólk þarf að hlusta á trommuslátt allan daginn en bæjarfulltrúar hafa greinilega takmarkaðar áhyggjur af því, meiri áhyggjur af því að einhver geti labbað í gegnum ganginn á tónlistarskólanum, þetta er og að tala menningarhús eins og það sé blótsyrði eða eitthvað hræðilegt eins og það sé, við ætlum að reisa menningarhús sama hvað tautar og raular, það er hræðilegt. Það væri nú aldeilis skelfilegt ef við væri með svakalega menningarmiðstöð þar sem fólk væri þar sem væri líf allan daginn frekar en tómi gangar með einhverjum brúðum. Og ég teka fram, þetta er mín skoðun ekki meirihlutans. Ég hef aldrei upplifað rocksafni sem
eitthvað stórfenglegt eða eitthvað sérstakar menningaraf. Ég var í tónlistarskólanum í Njarðvík áður en að flutti hingað. Barnið mitt notandi í tónlistarskólanum núna, hann var frábær þá, hann frábær núna líka og ég efast ekki að hann verði frábær áfram og það ekki steypan, það snýst bara engavinu steypuna, það er fólki sem að kenna í honum sem alveg stórkostlegt og gerir það verkum að krakkar bara fá ástríðu fyrir tónlist sem skiptir máli. En hvort að við nýtum eitthvað rými betur og getum þá kannski elt menningu fyrir alla, ekki bara eitthvað smá tímabil í einhverju sýningu sem búin að vera eins frá upphafi. Við verðum aðeins að kannski bara slaka á og leyfa hlutunum að þróast. Er það ekki allt í lagi? Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Hjörtur. Hér erum við aftur að ræða bókasafni, kannski eðlilega, og við munum eflaust gera í hvert einasta skipti sem að stýrihópurinn kemur fundargerðin í bæjarráð og það vel. Forseti á nú samt pínu erfitt með að skilja hvert bæjarfulltrúi Helga Jóhanna var að fara með ræðu sinni og kannski leiðréttur mig, mín kæra, út af því að ég skil ekki alveg hvernig sparnar lokun yfir sumatíma á bókasafni Reykjavíkur kemur við flutning bókasafns í Hljómahöll. Við búum ekki við þær aðstæður að við þurfum að loka til sparnar sem betur fer, en við vitum það alveg að aðstæður okkar peningalega séð hafa verið betri, ekki það, ég ekki með neina dómsdagsspá hér, en við vitum öll hvað við erum að fjárfesta mikið og hratt, þið vitum öll þessa sögu. Þannig að ég pínu hugsa hérna. En við erum með þessu að taka starfsfólk saman, það verður aukin samvinna á frábærum faghópum hérna inn í þessu húsi sem varða viðburði, tónlist, menningu, list, sköpun og bækur. Við höfum séð þetta fyrirkomulag í nokkrum húsum á Íslandi, við erum ekki að gera þetta fyrst allra, svo það sé sagt. Við gerum okkur alveg grein fyrir því að þetta mun taka tíma að slípa þetta, en við erum full bjartsýni á að opna þetta hús fyrir íbúa Reykjanesbæjar til að njóta. Vonandi verður hér fullt af lífi alla daga og ef að tónlistarskólinn verður fyrir það miklu áreiti af fjöldahlaupi barna fyrir utan ganginn hjá þeim, þá bara verðum við að stýra því. Og við tæklum það ef og þegar að því kemur. Hér engin hlaupabraut að opna, svo það sé sagt. Og kannski bara ekkert mjög aðlaðandi að vera inn á þessum gangi og hefur ekkert þar að gera þegar þú sérð hvað í boði annars staðar inn í húsinu. En aftur, þetta í vinnslu og það búið að ákveða þetta, svo það sé ennþá aftur sagt. Við höfum staðfest þetta í bæjarráð og bæjarstjórn, þannig að það liggur alveg fyrir að ákvörðunin hefur verið tekin. Og menningarhús, jú, þetta verður, og menningarhús í dag, þetta verður ennþá öflugra menningarhús núna á næsta ári. Opið allan daginn fyrir alla. Forseti hefur litlar áhyggjur af því. Við erum að nýta hér herbergi betur líkt og við gerum í Ráðhúsinu, við pöntum okkur herbergi, þau eru ekki opin allan daginn fyrir okkur eingöngu. Þetta kerfi gengur vel þar og ég mynda mér á fleiri stöðum. Þannig að þetta breyting vissulega og breytingar geta verið erfiðar, en við erum bara full bjartsýni að tæklast á við þetta mál. En orðið laust fundargerð bæjarráðs. Helga Jóhanna Oddsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég sé mig núna til þess að útskýra mál mitt þar sem að það kemur forseta og bæjarfulltrúa Hirti Magnúsi svona spánst fyrir sjónir hvert ég að fara með þessu öllu saman. Við skulum bara rifja upp feril þessa máls þar sem að meirihlutinn talaði í kross og það áhugavert að heyra forseta koma fram með enn eina staðhæfinguna og í nýrri útgáfu nú hefur þetta verið ákveðið og það langt síðan. Það bara mjög gott að fá úr því skorið. Og ég velti fyrir mér hvernig hægt að ákveða svona hluti án þess að þessi faglega vinna sem ég búin að vera að kalla eftir fari fram. Hún ekki búin. Varðandi það að skilja ekki hvaða máli skiptir að Reykjavíkurborg sé að loka bókasöfnum í sparnaðarskyni, þá það bara hagfræði 101.
ef þú þarft að skera niður þá lokar því sem að veitir þér mest nyt á móti kostnaði og það endurspeglar bara þessa sýn að bókasöfn að breytast og þetta lögbundna hlutverk að minnka. Og varðandi samvinnu og samstarf að þá getum við séð í áskýrslum Hljómahallar að Hljómahöllin og reksturinn hér hefur verið afskiptur í öll þessi ár. Það hefur verið skorið við nögl fjármagnið, starfsfólki hér ætlað að lyfta grettistæki og vera allt í öllu og sjá tónleika og ljósanótt og ég veit ekki hvað og hvað. Og við, og nú kem ég enn og aftur hérna í pontu og ræði hvernig við að bregðast á stuðningi okkar við starfsfólk sveitarfélagsins. Við tölum að hér hafi engin árangur náðst að húsi standi autt, en af hverju það? Það að því að bæjaryfirvöld brugðust. Það hefur ekki verið áhugi á þessu húsi og það gerist ekki neitt nema með átaki. Ekki með því að skera endalaust niður og ætla einum manni að vinna einhver kraftaverk. Takk. Kæri bæjarfulltrúi Helga Jóna Oddsdóttir, ég hef lært hagfræði 101. Ég samt skildi ekki hvað átti við með sumarlokun bókasafna í Reykjavík. En allt í góðu. Við erum ekki með einn mann í starfi í Hljómahöll. Og það að við séum að drekkja fólki hérna og vanfjármagna þetta hús, mér langar að fá rökstunning fyrir því sem vorst að segja hérna. Að starfsfólk Hljómahall að sjá tónleika, já, það er hluti af þeirra starfi. Forseti vill taka hérna fram að hér málefni sem viðkvæmt innan okkar sveitarfélags og það er óeining þetta mál hér á milli minnihluta og meirihluta og flokks umbótar. Það sést hér í hvert einasta skipt sem ræðum þetta mál. Varðandi ákvörðun þetta mál, þá átti forseti hér við að ákvörðun hefði verið tekin flutninginn. Nú erum við að heimila 7 mánaða vinnu, stýrihóps, faghóps, til að taka ákvarðanir rýnivinnu til að láta þetta verkefni ganga. Í hag fyrir alla hagaðilana 3. Það hefði vel verið hægt að spara þennan tíma, flytja bókasafni yfir og ekkert spurt neinn að neinu. Við hefðum alveg getað gert það. Það vildum við ekki gera. Við vildum fá þessa 3 mismunandi hópa sem búa inni í þessu húsi eftir áramót að ræða bestu mögulegu nýtingu fyrir alla þessa faghópa hér inni, út af því að við viljum gera þetta verkefni vel. Allt tal annað bara rugl. Og já, þú hlærð bæjarfulltrúi Helga Jóna, ég hér fullviss það að við erum að reyna þetta eins vel og við getum. Og verkefnastjórinn okkar einn færasti menningarsérfræðingur á landinu. Við erum ekki að gera þetta ódýrt. Og við erum að reyna að leggja okkur fram. Orðið laust við fundargerð bæjarráðs. Kjartan Már Kjartansson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil taka undir hamingjuóskir forseta til nýkjörins forseta lýðveldisins, Höllu Tómasdóttur, og óska henni innilega til hamingju og allsins besta í erfiðu starfi sem framundan hjá henni. Því tengt, það að segja á forsetakjörinu núna helgina, þá langar mig til þess að stikla hér stuttlega með leyfi forseta á kosningatölum, af því að það má segja að við höfum orðið fyrir ákveðnu við vöknuðum upp við vondan draum í síðustu sveitarstjórnarkosningum þegar að kosningaþátttaka þar var einungis 47,4% í Reykjanesbæ árið 2022. Það er að segja að það var innan við helmingur fólks á kjörskrá sem tók þátt í sveitarstjórnarkosningu síðast og þarna vissulega verk að vinna. En við langar að vekja athygli bæjarfulltrúa á því
að það er ekki sami fjöldi, það er aðeins öðruvísi hópur sem að má kjósa í forsetakosningum og alþingiskosningum en í sveitarstjórnarkosningum. Og það eru mun fleiri á kjörskrá, það voru til dæmis í sveitarstjórnarkosningum 2022 voru 14.646 á kjörskrá, en í alþingiskosningum árinu áður, 2021, voru 11.300 og þarna munar fólk sem er með erlent ríkisfang og ekki búið að sækja eða fá íslenska ríkisborgararétt. Það má taka þátt í sveitarstjórnarkosningum en ekki í alþingiskosningum eða forsetakosningum. Og það voru því færri á kjörskrá núna í forsetakosningunum, einungis 12.554, en það voru 9.242 af þessum 12.554 sem tóku þátt í kosningunum og það gaf okkur niðurstöðu upp á 73,6% hlutfall í forsetakosningunum á móti 47,4% hlutfall í sveitarstjórnarkosningum 2022. 73,6 á móti 47,4. Þetta er gríðarlega mikill munur og ég veit að sjálfbærniráð og kannski fleiri nefndarráð hjá okkur er að vinna í því að reyna að auka kosningaþátttöku fólks í svona almennum kosningum og bara lýðræðisþátttöku og taka þátt í lýðræðinu og nýta það rétt sem að fólk á og hefur, og ég vil nota þetta tækifæri og hvetja íbúa Reykjanesbæjar sama hvaðan þeir koma eða hverjir þeir eru að nýta lýðræðislegan rétt sinn til þess að taka þátt í kosningum, og ef allt fer sem horfir þá eru næstu svona kosningar verða þá alþingiskosningar á árinu 2025 og svo sveitarstjórnarkosningar 2026. En þetta hlutfall og þessi þróun á því er ánægjuleg, en aftur bara við erum ekki alveg að bera saman þarna epli og epli. Kæra þakki fyrir þetta bæjarstjóri, bara áhugaverð ábending og það er vissulega munur á milli þess að tryggja kosninga, en það sem að forseti var ánægður með líkt og ég kom fram áðan var að forsetakosningarnar undanfarin 2 skipti voru ekki nálægt í svona öflugar. Þannig að vonandi erum við að sjá breytingu að fólk hafi áhuga á að gera sér þessa ferð og halda með sínu manni eða konu. Nú, forseti vill tjá sig hér undir fundargerðum bæjarráðs nokkur mál og byrja hér á fundinu 23. maí, máli 4, tækifærisleyfi Hljómahöll veitingar. Í þessu máli var Hljómahöll að fá leyfi til að halda gott afmælispartí sem verður þann 11. júní næstkomandi þegar Reykjanesbær verður 30 ára. Þann þriðjudag, það er að segja eftir viku, opnar Hljómahöllin 4-leytið og munum við hefja daginn á að sýna afmælismyndbandi sögu Reykjanesbær. Að því loknu eða klukkan 5 verðum við með hátíðarfund bæjarstjórnar með skemmtilegu sniði þar sem heyrum meðal annars í fyrrum bæjarfulltrúum, förum yfir sögun okkar, tilnefnum heiðursborgar Reykjanesbær auk fleiri atriða. Að loknum bæjarstjórnarfundinum eða klukkan 7 verður umrætt partí hér fyrir utan eða reyndar á þakinu og við verðum með ekta útitónleika hér ef íslenskt veður leyfir. Nú forseti hvetur íbúa Reykjanesbær til að taka daginn frá og fagna með okkur á þessu merkilega degi sameina sveitarfélagsins okkar. Nú í máli númer 7 fundargerð svæðisskipulagsnefndar Suðurnesja frá 14. maí, þarna kom fram undir endurskoðun á svæðisskipulaginu samtal og hugleiðingar til framtíðar varðandi orkufrek eða stór verkefni sem koma til Suðurnesja. Það sem við stöndum frammi fyrir því að orkan okkar er ekki ótakmörkuð og þurfum að rýna vel hvað við viljum gera, hvernig og til hversu langs tíma. Þarna kom fram tillaga það hvort að sveitarfélögin ætti að móta sér stefnu forgangsröðun verkefna inn til svæðisins með tilliti til orkuauðlinda, en þessa mundir er HS Orka að leita eftir fleiri lághitasvæðum sem varaleið og framtíðarleið fyrir heitt vatn á Suðurnesjum. Þetta er umræða sem við þurfum að taka og skipuleggja til framtíðar og styður forseti heils hugar að þessi stefna verði gerð innan vettfangs svæðisskipulagsnefndarinnar og SSS sem samnefnari sveitarfélagina, en auk þess í þessum hópi þyrfti að vera fulltrúar frá HS Orku og HS Veitum.
en þetta er metnaðarfullt verkefni sem forseti vonast til að fari af stað. Nú í fundargerð bæjarráðs frá 30. maí síðastliðnum í lið 10 erindisbréf ungmennaráðs. Þarna er forsetanefnd að vinna útgáfu erindisbréf ungmennaráðs og það kemur fyrir í bæjarráði núna aftur á 5. og vonandi til afgreiðslu í bæjarstjórn þann 11. júní næstkomandi á hátíðarfundi bæjarstjórnar. En kæru bæjarfulltrúar, orðið er ennþá laust. Margrét Sanderskur. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Mér er bæði ljúft og skylt að óska nýkjörnum forseta sem tekur við að með minnir 1. ágúst til hamingju með frábær kjör. Halla Tómasdóttir verður frábær forseti, það efa ég ekki, og við í Reykjanesbæ eigum örugglega eftir að njóta krafta hennar eins og aðrir hér á landi. Ég verð nú að segja, þar sem bæjarfulltrúi Hjörtur nefndi kirkjugarðana, að þetta er hlutur sem er búið að vera, var aðal kosningamál hjá sumum, varðandi það að Keflavíkursókn og Njarðvíkursókn að kirkjugarðarnir sætu ekki við sama borð, og þess vegna fagnaði því þó ekki sem stóra fjárhæð að ræða, og það útskýrir sig áðan og ég ætla ekki að fara yfir það. Þá komum við að blessaður hljómahöllinni og bókasafnsmálinu, stóra bókasafnsmálinu, og ég fagna því að bæjarfulltrúi Hjörtur sagðist ekki skilja það að ekki var hægt að sameinast þetta mál. Af hverju geta menn ekki bara sameinast þetta frábæra verkefni? Það vantaði bara, af hverju sameinist ekki bara því sem mér finnst. Ég fagna því ef við myndum geta sameinast svona verkefni, það væri algjörlega frábært. Þannig að það yrði þá gott fyrir Reykjanesbæ. Mér sýnist miðað við verkefnastjórann sem var ráðinn í þetta verkefni að við höfum verið heppin með verkefnastjóra. Viðkomandi er ég getur svo orðljót, og ég sagði þetta ekki, ég var að reyna að búa til drullu úr skít. En er að takast þetta býsna vel, sko. En mér langar aðeins að nefna varðandi hluti, og af hverju erum við að tala þetta núna? Það er að því að við erum að fara í sumarfrí og við erum að fara að ræða þessi mál í bæjarráði sem er lokaðir fundir og komið svo aftur í ágúst, og þá ég vona á að það sé bara búið að ákveða þessa hluti. Þar sem bæjarráð verður fulltrúi bæjarstjórnar í sumar. Það sem ég langar að komi fram hérna er áhugaverð könnun sem Ferðamálastofa hefur gert varðandi erlenda ferðamenn. Ég verð að segja það að þetta kom mér verulega óvart þessi könnun eða niðurstaða þessara könnunar, þar sem að var spurt hvaða afþreyingu nýttu ferðamenn sér. Þá hefði ég haldið að það væru skipulagðar skoðunarferðir, jafnvel rútuferðir, eða göngu- og fjallaferðir, eða eitthvað svona sérstakt, eða bara að djamma í Reykjavík, sko. Nei, náttúruböðin voru í fyrsta sæti og væntanlega hefur Bláa lónið átt þar stóran þátt. Í öðru sæti spa-meðferðir og dekur, það kom líka óvart. En í þriðja sæti söfn. 51% ferðamanna fóru í söfn. Ekki í skoðunarferði með rútu, ekki í jöklagöngu, ekki í bátsferðir, ekki hellaskoðun. Nei, söfn. Mér langar aðeins að nefna að Rokkssafnið hefur fengið mikið af verðlaunum og það var mikið talað Rokkssafnið á 10 ára afmælinu og þar var verið að rifja upp söguna, og ef þetta eru bara dúkkusýning eins og sumir sögðu,
þá skil ég nú ekkert í þessum aðilum að veita þessu rocksafni verðlaun, markasverðlaun Reykjanes 2019 og á degi íslenskra tungu fékk rocksafnið verðlaun 2022 og þó erum við að tala að þetta er innan við 10 ára gamalt safn. Getum við gert betur með rocksafnið? Já. Þetta er í rauninni ekki, þó að þetta heitir rocksafn, það var hugmyndin alltaf að vera með gagnvirka þætti og fleira þarna inni sem að náðist ekki að klára og kostar. Það sem ég er allavega hrifin af því sem kemur frá verkefnastjóranum eru alls konar hugmyndir hvernig þetta efla þetta litla pláss sem að verður undir hluta af rocksafninu ef að afverður. Þannig að ég ætla ekkert að vera með einhverja spá hér að þetta verði allt hræðilegt og ömurlegt. Ég hef miklar áhyggjur. Mér finnst ég búin að segja allt sem segja þarf í bili. En ég er hrædd við þetta. Ég tel að þetta hefði getað orðið okkar aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Við hefðum getað gert mikið úr of Monsters and Men, verið með sýningu þeirra. Við getum meira að segja þegar við erum að tala um rocksafn Íslands. Við hefðum tekið Laufey á herraplan og boðið fólki að koma og sjá að því að við erum ekki bara að tala um Suðurnesin. Þetta hefði getað orðið okkar gullegg en fólk er með mismunandi sýn og það verður að virða það en aftur enda ég á því sem ég byrjaði. Ég vildi óska þess að við getum unnið þetta saman betur. Hjörtur Guðbjörnsson. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, til að kannski skýra aðeins mína afstöðu og það sem ég sagði núna áðan. Það er kannski galdurinn líka við listina og menningu að þrátt fyrir að eitthvað geti fengið verðlaun, þá getur einhverjum fundist takmarkað til þess koma. Mér persónulega finnst líka einmitt eins og bæjarfulltrúi Margrét sagði, það hefði mátt þróa eitthvað, það hefði mátt gerast eitthvað, það hefði mátt breytast eitthvað, en í staðinn þá svona þetta staðnæði, þetta varði einhvern veginn ekki það sem það hefði getað orðið vissulega, en oft hefur verið að ræða þessi mál þá klingi hausnum á mér ráðleggingar sænskra ráðgjafa sem ég fekk að hitta á síðasta sumar sem voru hérna og hafa verið miklir reynsluboltar í skemmtiferðaskipabransanum. Þeir töluðu mikið það og ég fengið að upplifa sjálfur í Svíþjóð og það vantar eitthvað svona ríl hérna. Það er svo mikið eitthvað svona glans og ég hef fundið fyrir þessu sjálfur í Svíþjóð og ferðum mínu þar sem hafa verið nokkuð reglulega. Það sem, það vantar, þeir kvörtur, akkur er ekkit sjódæmi, akkur er ekkit, það er eins og það sé ekkit Íslandstundu hérna, og við erum oft líka svolítið í þeim pakka að búa okkur til glansmynd, svipað eins og Víkingaheimar til dæmis. Það var ekkit rosalega rél, skipið var ekki rél, þetta var stórt módel sem var vissulega þrekvirki að búa til, en var samt bara skip sem bara maður gerði á 20. öldinni eða 21. öldinni. Þannig að lyftum upp okkar raunverulegu menningu og allri ekki eyða öllu púðrinu í eitthvað eitt. Við höfum alveg frábært tækifæri, við þurfum ekkert að vera sammála allan heildapakkan, ég er ekkert að segja það. Ég hef sjálfur ekkert komin eitt sérstaklega að þessari vinnu að bara nokkur í leiti nema vera alveg ofsalega skoðanaglaði maður í flestum tilfellum. En mér finnst samt í þessu og mörgum málum bara allt í lagi að sjá hvernig málin er að þróast. Eins og bæjarfulltrúi Margrét sagði áðan, við virðumst hafa dottið í lökkupottin með verkefnastjóran. Ég held að það er svo mikil tækifæri, það væri svo gaman ef þetta myndi takast vel, en
það er rosalega erfitt einhvern veginn og ég hef alveg verið í þeirri stöðu líka að vera í minnihluta. Ég skil það líka fullkomlega að það er rosalega erfitt einhvern veginn að vera ekki alla leið og það var sérstaklega erfitt í gamla daga þegar það var einn flokkur við stjórn sem bara réð og lét maður vita á fundum en við fengum þó allavega stundum kleinurhring á fundum. Þannig að það er alveg erfitt að ráða ekki og vera ekki allan tíma við borði, ég skil það fullkomlega. Mér finnst það líka þó ég sé í meirihluta. Það er alltaf ykkur annar að stjórna og ég þarf bara stundum að vera með. En mér finnst bara allt í lagi að gefa þessu tækifæri, okkur þarf ekki öllum að finnast það, en mér persónulega finnst allt í lagi að gefa þessu verkefni tækifæri því að ég held þetta gæti orðið eitthvað geggjað. Ég held þetta gæti orðið alveg frábært og ég hef treysti fólkinu fullkomlega til þess að gera eitthvað flott úr þessu. En kannski er þetta bara svona eins og því ég er að reyna að draga strákinn minn í fjallgöngu, hann tuðar allan tíman á leiðinni þangað en síðan er ógeðslega gaman þegar við erum komnir og allt að gerast. Kannski erum við bara að tuða alla leiðinni og svo verður þetta geggjað. Sjáum bara til bæjarfulltrúi Margrét. Valgerður Björk Pálsdóttir. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir góða gestir. Mér langar bara að koma aðeins inn á bókasafnsmálið, nokkra punkta bara sem mér langar að bregðast við. Þó að Reykjavíkurborg ákveði að loka einu af 8 bókasöfnum í 2 vikur, það var 1 safn lokað, yfir í 2 vikur, svo næstu 2 vikur yfir sumartímann, þá finnst mér það kannski ekki að segja til hversu mikilvæg þessi lögbundna þjónusta er eða svona að hún sé eitthvað að minnka. Þrátt fyrir þessa ákvörðun hér í Reykjanesbæ hefur bókasafninu verið lokað á laugadögum á sumrin í sparnaðarskyni, eflaust bara til að finna einhverja leið til að spara af því að það er færra fólk á svæðinu. Mér finnst samt skilaboðin frá okkur ekki vera að lögbundna þjónustan sé ekki jafn mikilvæg. Almenningsbókasöfnin koma alltaf gríðarlega sterk inn á sumrin þegar kemur að sumarlestursprogrammi fyrir grunnskólabörn þegar grunnskólasöfnin eru lokuð. Einnig fannst mér gefið í skyn að það sé ekki sniðugt að nýta rými í annars konar deilihagkerfi en bækur, en ég myndi halda bara að það væri framtíðin, maður sé það allavega í þessum söfnum sem við erum að horfa til erlendis og í borginu þetta líka. Við höfum nú þegar sett 100 milljónir á ári í rekstur hljómahallar og svo aukalega sem eru 100 milljónir í innri leigu, tek það ekki með. Og það er bara gleðilegt ef Sjálfstæðisflokkurinn vil setja enn meira fjármagn í rekstur á húsinu til að gera það meira lifandi. Varðandi rocksafnið, aðalega svona kannski hvað var þar það sem að bæjarfulltrúi Margrét Sanders var að segja. Ég upplifa alveg að afþreyingi verður ennþá til staðar og vonandi aðdráttarafli líka. Mér skilst að rocksafnið verði enn í húsinu, samkvæmt þessari tillögu verði eitthvað í aðeins annarri mynd, tímabundið sett upp stærri sýning, tímabundið minni eða að segja aðeins minni sýning sem alltaf, en við erum algjörlega til í að skoða eins og lagt er til gagnvirkar sýningar sem að þarf að setja þá bara fjármagn í framtíðinni sem að verða það kannski bara ennþá meira aðdráttarafl og eins og nefnt er að lyfta upp ákveðnu tónlistafólki á svæðinu. Þannig að já, þetta voru bara þeir punktar sem ég vildi koma inn á. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta. Nú, kannski bara í blálokin til að lengi þetta ennþá frekar. Forseti er hér að grínast. Að þá vill forseti flagga máli 16 í fundagerðinni frá 30. maí. Þannig verið að ræða breytingar á tekjustofnum sveitarfélaga nr. 4 frá 1995 sem varða árlegt framlag frá ríkissjóði sem verður bætt við jöfnunarsjóðinn vegna samning sem við gerðum við langtíma kjarasamninga á vinnumarkaði síðastliðin, að þá vorum við að tala gjaldfrjálsar skólamáltíðir fyrir börn í grunnskóla. Það verður áhugavert að fylgjast með hvernig þingið leysir þetta mál núna í vikunni, en þarna er verið að gera frumvarp að lögum hvernig þessu verið breytt 2024 til 2027 og hvernig greiðsluhlutfallið dreifist á milli ríkisins annars vegar og sveitarfélagana hins vegar. Við vitum ekki hvað gerist eftir 2027 en við fylgjum spennt með
umræðum á þingi hvernig þetta mál þróast og hvort það verið samþykkt þá fyrir haustið. En orðið er laust svona í blálokin, Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Blálokin bara, Blálokin. forseti, ágætu bæjarfulltrúar, af því að hér var aðeins komið inn á fyrirhugaða útitónleika þann 11. júní næstkomandi á þaki, það segir nú ekki þar á þaki hljómahallar, en þetta er þakið á andirunni hérna fyrir framann og veðurspáin eins og hún er núna er ekki hliðhóll viðburðinum. En ég vildi bara koma því á framfæri að það er hér, það er eitthvað til sem heitir plan A, plan B og plan C. Plan A er að þetta fari fram hér í sól og blíðu að kveldi 11. júní. Ef að það klikkar og verður betra veður til dæmis á miðvikudeginu, þá verður viðburðurinn færður. Það er plan B og það er þá tilkynnt í tæka tíð. Ef að það verður líka vont veður á miðvikudegi 12. að þá verður viðburðurinn færður hingað inn í Stapa. Þannig að tónleikarnir verða vonandi úti en allavega inn. Bara svo það sé á hreinu. Takk. Kæra þakki fyrir þetta bæjarstjóri, við erum náttúrulega öllu vön hér eins og annars staðar á Íslandi, við biðjum fyrir góðu veðri. Nú, þeir sem samþykkt geta fundargerðir bæjarráðs frá 23. maí og 30. maí vinsamlegast gefi merki og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Já. Það skal bókast hér að bæjarfulltrúi Hjörtur Guðbjörnsson situr hjá í máli, tekur ekki þátt í máli númer, nú matta með númerið á málinu, 11 á fyrri fundinum, á seinni fundinum. Já. Þannig að bæjarfulltrúi Hjörtur Guðbjörnsson tekur ekki þátt. Í atkvæðagreiðslu mál númer 11. Mál númer 9 í fundargerð bæjarráðs frá 30. maí. Það er fært til bókar. Þá höldum við áfram. Þá erum við komin að máli númer 2 á dagskrá bæjarstjórnar sem er fundargerð stjórnar Eignasjóðs frá 16. maí síðastliðnum. Orðið er laust. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég ætla hér eins og áður að fara yfir þau mál sem voru tekið fyrir á fundi stjórnar Eignasjóðs sem var haldinn 16. maí síðastliðinn. Í fyrsta máli gerði Hreinn Ágúst Kristinsson, deildarstjóri Eignaumsýslu, grein fyrir áætlunum niðurrif á Björkinni eins og við höfum rætt hér áður við Njarðvíkurskóla. En forsagan er svo að farið var í skoðun á húsinu til að meta hvort hægt var að nýta hluta þess. En niðurstaðan var svo að það er betri kostur að rífa húsið. Búið er að sækja leyfi og tilkynna til heilbrigðiseftirlitsins að húsið verður tekið niður núna í júní þegar skólastarfi lýkur. Og stjórn Eignasjóðs samþykkti áætlunina. Í öðru máli fór Hreinn yfir stöðu verks í framkvæmdum við leikskólan Drekadal, en þar eru lagfæringar í gangi og munum við fá nánari upplýsingar framganginn í verkinu í næstu viku. En okkur skilst að það gangi samkvæmt áætlun. Í þriðja og fjórða máli fór Gissur Hans Þórðarson, verkefnastjóri yfir stöðu verkefna í Myllubakkaskóla og Holtaskóla, en framkvæmdir þar ganga vel og eru á áætlun. Það þýðir að næstu áfangar í skólunum 2 munu opna samkvæmt áætlun í skólabyrjun í haust og svo næsti hluti þar á eftir áramót. Þá heldur verkið áfram samkvæmt þeim áætlunum sem áður höfðu verið samþykktar. Í 5. máli fór Gissur Hans, verkefnastjóri, og Hreinn Ágúst Kristinsson yfir stöðuna á framkvæmdum í Heiðarseli, en við munum fá nánari upplýsingar verkefnið á næstunni, en við munum að þar stóð til að fara í úrbætur. Svo í 7. máli fór Hreinn Ágúst yfir stöðu verks á skólavegi, en þar var á þessum tíma 90% niðurrifi lokið og byrjað var að byggja upp á efri hæð og eins og við munum þá stendur til að opna þar
núna í haust 25 barna leikskóladeild frá Tjarnaseli. Og svo í lokin þá fórum við aðeins yfir framtíðarskipulag stjórnarinnar, en við ætlum að halda fund núna í júní til að ræða það betur, því að það skiptir miklu máli sérstaklega þegar við höldum á svona stórum framkvæmdum sem að taka yfir alla fundi, að horfa líka til framtíðar og öll þau verkefni sem stjórninni er falið að vinna. Þá þurfum við aðeins að kjarna okkur og ræða framtíðina. Og með leyfi forseta þá ætla ég bara aðeins að minna hér á málaflokk og verkefni sem stjórninni er falið að halda utanum samkvæmt 5. grein í erindisbréfi. En verkefni stjórnar Eignasjóðs eru sem hér segir að setja markmið og lykil árangursmælikvarða fyrir starfsemi Eignasjóðs, að halda uppfærða skrá yfir eignir, viðhald og viðhaldsþörf, hafa umsjón með rekstri eigna, viðhaldi og nýframkvæmdum, stuðla hagkvæmum rekstri og viðhaldi mannvirkja og annarra eigna, undirbúa að hafa eftirfylgd með nýframkvæmdum og stærri viðhaldsverkefnum, að greina fjárfestinga og viðhaldsþörf til framtíðar og setja upp tillögu að viðhalds- og fjárfestinga áætlun, og önnur verkefni er fallið undir rekstur og starfsemi Eignasjóðs. Þannig að eins og þið heyrið þá eru þetta fjölbreytt og risastór verkefni og mikilvægt að vanda til verks. Kæra þakki fyrir þetta. Nú forseti vill fagna því að það umfangsmiklu framkvæmdir sem við erum með í gangi allt sveitarfélagið okkar virðast ganga vel. Fagnaðarefni í þessu máli er klárlega opnun á nýju leikskólunum okkar 3 í haust og vetur og er forseti spenntur fyrir að fylgjast með þessu til framtíðar. Nú orðið er laust fundargerðarstjórn Eignasjóðs. Það hefur enginn hvatt sér hljóðs þeir sem samþykkt geta fundargerðarstjórnar Eignasjóðs frá 16. maí vinsamlega skefið merki og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú þá erum við komin að máli 3 fundargerð sjálfbærniráðs frá 22. maí og orðið er laust fundargerðina. Forseti vill hérna kannski aðeins fara yfir fundargerð ráðsins en í lið 2 barna- og ungmennaþing Reykjanesbæjar tillögur ungmennaráðs. Þarna hittust við fulltrúar frá ungmennaráði, umhverfis- og skipulagsráði auk sjálfbærniráðs á sameiginlegum rýnifundi til að ræða tillögur ungmenna sem komu fram á ungmennaþinginu þeirra. En sjálfbærniráð auk USK-ráðs eru nú þegar komið 3 tillögur í vinnslu og muni í haust ræða aðra tillögur til að ráðast í. Á fundinu kom upp hugmynd varðandi aðrar tillögur sem varða til að mynda lýðheilsu, velferð, menntamál auk fleiri þátta, en ungmennaráðið raðaði tillögum þingsins upp í flokka. Að mati sjálfbærniráðs er það eðlilegast að hina nefndirnar og ráðin í Reykjanesbæ rýni þær tillögur sem varða þeirra málaflokka og bókuðu við þar í lok fundargerðarinnar. Tekið það eðlilegra fyrirkomulag og sér í lagi þar sem ungmennin sitja einnig í viðkomandi nefndum og ráðum, að þau taki upp atriði sem beint er og fjallar þeirra málefni. Nú í máli 3 vinnum við áfram með samstarfsverkefninu Life iSnap svokallaða sem er styrkurinn sem að við ásamt Fríðu föruneyti erum að sækja til Sameinuðu þjóðanna vegna innleiðingar á aðlögunar áætlun Íslands vegna loftslagsbreytinga. Ég hvet ykkur til að segja þetta 3 hratt. En sjálfbærniráð auk Önnu Karínar Sigurjónsdóttir verkefnastjóra sjálfbærnimála munu halda áfram þessari undirbúningsvinnu fyrir styrk umsóknina. Nú í lið 4 kosningar og fyrirkomulag þarna áttum við gott samtal næstu skref varðandi kosningaþátttöku en sjálfbærniráð var sammála því að leitast eftir viðhorfi íbúa til að byrja með. Þannig að við myndum kanna það að senda út mjög óvísindalega könnun til að fá íbúa að setja fram sínar hugmyndir til þess að við getum lesið aðeins í vísbendinga þeirra kosningahegðun. Í framhaldinu og eftir að við fáum loksins niðurstöðu frá Hagstofunni þá getum við fara af stað með formlega könnun. Það var þá einnig rætt hvernig við gætum fengið svörin frá þeim 2 markhópum sem við viljum helst fá svörin við, þar að segja annars vegar frá íbúum sem eru ekki með íslensku á móðumáli og hins vegar frá ungu fólki 18–25 ára. Þessi vinna fer af stað núna í júnímánuði, það er að segja óformlega, óvísindalega könnunin sem sjálfbærniráð ætlar að hanna og senda út og vinsamlega svariðin ef við bendum í ykkur. En svo getum við keyrt af stað stærri könnun í haust en við rýnum það nánar þegar kostnaðarmat liggur fyrir.
Nú í máli 5 lýðræðisstefna Reykjanesbæjar þarna ræddum við einnig næstu skref en við höfum rýnt verklag annarra sveitarfélaga, fengið til okkar gesti og skoða þetta mál vel. Nú þurfum við að fara af stað með stefnumótun vilja Reykjanesbæjar til að þróa lýðræðisstefnuna og viljum við hefja þessa vinna og að heyra í íbúum frá einu hverfi bæjarins og viljum við byrja á íbúum frá höfnum og hyggst ráðið taka opið samtali hvernig við getum eflt aðgengi að bæjaryfirvöldum og eflt lýðræðislega umræðu innan sveitarfélagsins. En orðið er laust fundargerð sjálfbærniráðs. Það hefur engin hvatt sér hljóð. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina vinsamlegast gefa merki. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá tökum við hér fyrir 4. mál á dagskrá. Sjóðandi heit fundargerð atvinnu- og hafnaráðs frá 23. maí. Orðið er laust. Hjörtur Magnús Guðbjörnsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir góðir gestir. Mig langar að fara aðeins yfir fundargerð atvinnu- og hafnaráðs frá 23. maí síðastliðnum. En fyrsta mál á dagskrá var að bjóða nýjan fulltrúa velkominn Jón Má Sverrisson. En að því loknu fengum við kynningu frá starfsfólki Kategó vinnu við HB64 sem er þróunarvinna í Helguvík og Bergvík í landi Suðurnesjabæjar og Reykjanesbæjar. En næsta skref í þessari vinnu er vinnustofa sem haldin verður á morgun og kynningin var bara mjög góð og mjög áhugaverð og mikil vinna búin að koma fram. Dýpkun Njarðvíkurhafnar er hafin og heldur sú vinna bara áfram en einnig er haldið áfram við undirbúningu uppbyggingar á Suðurbakka Helguvíkurhafnar sem gæti verið mjög spennandi mál til framtíðar en svo var afgreitt án athugasemda hjá atvinnu- og hafnaráði skipulagsmál í Grófinni en bæjarfulltrúum er kannski minnisstætt þegar atvinnu- og hafnaráð óskaði eftir öldufallsmælingu í smábátahöfninni í Gróf vegna breytinga en Vegagerðin taldi ekki ástæðu til þess að hafa áhyggjur af því þannig að það mál gengur áfram. Solstice Materials sviðsstjóra var falið að undirrita drög að samkomulagi. Atvinnustefnan er í rauninni bara ennþá í endurskoðun en er beðið eftir einhverjum örfáum athugasemdum sem eru í pípunum. Að því loknu ætti sú vinna að geta klárast með hefur ekki að segja bara með lækkandi sól úr þessu. Það er ekkert gaman að fara að afgreiða svona stóra og spennandi stefnu bara í bæjarráði þannig að við verðum að gera það með pompi og prakt. Lögmaður umhverfis- og framkvæmdasviðs endurskoðaði lóðalegu samninga Reykjanesbæjar og Reykjaneshafnar og lagði það fyrir. Fulltrúi Reykjaneshafnar verður staddur á skemmtiferðaskiparáðstefnu á Malaga á Spáni. Þannig ef þið eigið leið Malaga á Spáni 11. og 12. september þá hvet ég ykkur eindregið til að fara og kíkja á sviðsstjóra atvinnu- og hafnarmála. Hann verður þar að selja Reykjanesbæ. Enda okkar helsti talsmaður í ferðamálum hjá Reykjanesbæ. Já, síðan var þarna okkur til mikilla vonbrigða þá fékkst ekki styrkur til útsýnispalls á Hafnarhöfn enn og aftur. Verkefni sem gæti verið einmitt svona segull og eitthvað sem það verður ekki meira svona rél en stórkostleg úthafsalda í höfnum sem þú getur upplifað bara beint í andliti með því að fara á útsýnispall á Hafnarhöfn. Og auðvitað líka endurnýting á mannvirkjum Reykjaneshafnar sem hafa verið aflögð sem höfn. Já, síðan er náttúrulega samráðsnefnd þróun hafnarsvæða Reykjaneshöfn atvinnu- og hafnaráð óskaði eftir því við umhverfis- og skipulagsráð að farið verði í vinnu við þróunaráætlun á svæðinni kringum Njarðvíkurhöfn. Mikið og stórt verkefni sem er
loksins að svona fara að taka á sig einhverja mynd og fara í einhvern almennilegan farveg, þannig að það geti eitthvað fyrir að gerast þar. Meira var það ekki. Takk. Kæra þakkir. Orðið er laust. Fundargerð atvinnu- og hafnaráðs. Það hefur engin hvað sér hljóðst. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina vinsamlegast gefið merki og hún er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú þá tökum við fyrir 5. mál á dagskrá fundargerð menntaráðs frá 24. maí. Orðið er laust. Sverrir Bergmann Magnússon, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir áheyrendur. Ég kem hér upp undir fundargerð menntaráðs frá 24. maí síðastliðnum og ætla að ræða stuttlega um 2 mál sem voru á dagskrá. Fyrst er að 3. mál, endurmenntunarsjóður grunnskóla, en úthlutað hefur verið úr endurmenntunarsjóði grunnskóla fyrir skólaárið 2024 til 2025. Skrifstofu Menntasviðs Reykjanesbæjar var að úthluta styrk til verkefnisins Farsæld og fjölbreytileiki. Einnig fengu verkefni á vegum Akurskóla, Heiðarskóla, Holtaskóla, Njarðvíkurskóla og Stapaskóla styrki úr sjóðnum. Heildar styrktar uppæð þetta árið var 4.475.000 krónur. Svo er það 5. mál, bættar starfsaðstæður í leikskólum, tillögur starfshóps. Þann 1. mars síðastliðinn barast formanni menntaráðs og sviðstjóra menntasviðs bréf frá leikskólastjórum Reykjanesbæjar þar sem þeir lýstu yfir áhyggjum af ráðningu starfsmanna í haust og lögðu þar til að fundnar eru leiðir til að bæta starfsaðstæður í leikskólum Reykjanesbæjar. Á fundi menntaráðs þann 8. mars síðastliðinn var erindi lagt fyrir og í kjölfari var starfshópur settur af stað með það markmið að koma með tillögur sem myndu bæta starfsaðstæður leikskólakennara í sveitarfélaginu. Ljóst var að ekki væri mikill tími til stefnu og því fundaði starfshópurinn nokkuð ört og skilaði svo tillögum á þessum fundi menntaráðs þann 24. maí síðastliðinn. Þessar tillögur eru: fyrsta tillagan af 3, samræming skólaleyfa leik- og grunnskóla. Stytting vinnuvikunar er ein helsta áskorun í leikskólum Reykjanesbæjar. Til að jafna starfsaðstæður milli skólastigana er mælt eindregið með að samræma lokun og eftirfarandi dögum líkt og gert er í grunnskólum. Lokun leikskóla í dymbilviku sem gengur upp í vinnustyttingu kennara og starfsfólk. Einnig lokun leikskóla í vetrarfríum í október og febrúar sem gengur upp í vinnustyttingu kennara og starfsfólks. Áfram verður svo lokað milli jól og nýjárs eins og tíðkast hefur verið í leikskólum Bæjarness frá og með árinu 2020 en vinnustytting kennara og starfsmanna mun einnig vera tekin út á þeim tíma. 4. punkturinn í þessar tillögu er svo sá að boðið verður upp á vistun fyrir þau börn sem þurfa í vetrarfríum og í dymbilviku með þeim hætti að opið verður í 1 til 2 leikskólum eftir þörfum. Skráð þar börn með 2 mánaða fyrirvara eða þetta úrræði og munu kennarar fylgja börnum úr sínum leikskóla í þann leikskóla sem opinn verður. Tillaga 2. Gjaldfrjáls leikskóli. Lagt er til að leikskóla Reykjanesbæjar bjóði upp á 6 klukkustunda gjaldfrjálsan leikskóla fyrir öll börn á leikskólaaldri. Foreldrar greiða þá aðeins fæðisgjald. Gjaldfrjáls tími er á bilinu 8 til 15. Umfram þessar 6 klukkustundir er greitt fullt gjald án afsláttar fyrir utan systkinaafslátt. Afsláttur verður þó áfram veittur til einstæðra foreldra og foreldra sem eru í námi eins og verið hefur. Boðið verður upp á sveigjanlegan vistunartíma og geta foreldrar breytt vistunartíma 2 sinnum á ári, annars vegar fyrir 15. ágúst fyrir haustun og svo fyrir 15. desember fyrir vorun. Hægt er að kaupa til dæmis 8 tíma í 4 daga og 4 tíma í 1 dag, samtals 36 tíma á viku og taka leikskólagjöld þá mið af því. Svo er það 3. tillagan, það er afsláttur af leikskólagjöldum til starfsfólks leikskóla. Lagt er til að starfsfólk leikskóla Reykjanesbæjar geti sótt afslátt af leikskólagjaldi. Umsækjandi þarf að vera með sama lögheimili og barnið í Reykjanesbæ og vera í 80% starfi í hið minnsta. Boðið yrði upp á 40% afslátt fyrir starfsfólk af leikskólagjöldum. Þessar tillögur ætti að hafa borist öllum flokkum í bæjarstjórn frá fulltrúum þeirra í menntaráði til umræðu og hvetji ykkur til að rýna þær vel og koma með endurgjöf. Sökum tímaleysis var svo síðustu 2 málum menntaráðs sérhæft námsúrræði í Myllubakkaskóla og staða barna og Grindavík frestað til júní fundar menntaráðs. Þakka gott ljóð. Kærar þakkir fyrir þetta. Forseti vill
nýta tækifærið og minnast á hvatningaverðlaun Menntaráðs Reykjanesbæjar sem að voru afhent í bíósal Dúshúsa við hátíðlega athöfn þann 30. maí síðastliðinn. Og formaður Menntaráðs, Sverrir Bergmann Magnússon bæjarfulltrúi, kom hérna inn á verkefni sem að voru tilnefnd og fengu styrk, en vill forseti hrósa því öfluga menntafólki sem við höfum og við fengum til að mynda í hvatningaverðlaun Menntaráðs bárust 13 tilnefningar og þetta er árlegt, þannig að það er rosalega mikil gróska þarna. En að þessu sinni eru 2 verkefni jöfn og hlutu þau því bæði hvatningaverðlaunin, en að ræða verkefni faglegt og fjölbreytt starfi í Öspunni í Njarðvíkurskóla og Lindin stofnun og þróun á sértæku námsúrræði í Akurskóla. Auk þess fékk verkefni Allir í skólans nefndtæk íhlutun vegna skólaforðunar í Holtaskóla sérstaka viðurkenningu. Og þetta er algjörlega til fyrirmyndar okkar menntasamfélag, vill forseti koma því að. En orðið er laust fundargerð Menntaráðs, Guðbergur Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, takk fyrir góðan yfirlestur. Ég vil auðvitað fagna því að starfshópur bættar starfsaðstæður í leikskólum Reykjanesbæjar hafi verið settur í gang og það er nauðsynlegt að huga vel að starfsumhverfi í leikskólum og þá sérstaklega með hag leikskólabarna, foreldra og starfsfólks að leiðarljósi. Og þetta er mikilvægt skrefið í að halda uppi þessu metnaðarfulla leikskólastarfi sem við viljum hafa í okkar bæjarfélagi og það eru auðvitað miklar áskoranir í starfsumhverfi leikskólana eins og stytting vinnuvikunnar, orlofsdagarnir, skortur á fagmenntuðum leikskólakennurum og langur dvalartími barna sem þarf svo sannarlega að mæta. Það á að vera eftirsóknarvert að starfa í leikskóla með ungviði bæjarins sem er okkar framtíð og að því þurfum við að vinna og ég vona að þessi starfshópur sé með það að markmiði. Eitt samt þegar ég skoða fundargerðina þá sé ég að þessu máli er frestað og ég sé að það er einhverja bókanir hérna fram á aftur. Þarna var settur starfshópur í gang með leikskólakennara tengilið og það væri kannski gaman að heyra hvað fór fram, af hverju var þessu frestað. Sverrir Bergmann Magnússon. Þakka þér fyrir spurningarnar, bæjarfulltrúi Guðbergur. Það sem fór fram, svo ég byrjum að svara því, var að Jóhanna Helgadóttir, fulltrúi leikskólakennara, hún lagði fram bókun þar sem að hún gagnrýndi það að hún sem fulltrúi leikskólakennara hefði ekki verið boðuð í þennan starfshóp. Engu að síður þá setti Menntaráð þáverandi fulltrúi leikskóla Reykjanesbæjar það í verka að boða á þessa fundi og það var ekkert sem segir að það þyrfti endilega að boða þennan fulltrúi leikskólakennara, það þyrfti bara að vera fulltrúi leikskólakennara. Það þyrfti ekki endilega að vera sá sem var í Menntaráði. Þannig að því var svarað þannig og ástæða þess að afgreiðslu málsins var frestað og okkur fannst einfallega að það þyrfti meiri umræðu innan flokkana. Þannig að allir, að því að nú er þetta ráð sérstakt að því leyti að það er með fulltrúa frá öllum flokkum sem eru í bæjarstjórn Reykjanesbæjar, að við vildum bara fá meiri og dýpri umræðu innan flokkana og fólk fái þá tækifæri til að koma tilbaka með þessar tillögur. Þetta eru stefnubreytandi tillögur, þetta eru stóra tillögur og við þurfum að vanda okkur. Þannig að það var svona aðal ástæðan í þessu. Takk. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég vil taka undir orð sem hafa komið hérna fram og sérstaklega hjá bæjarfulltrúar Guðbergi Einarssyni þar sem að við vitum og fleiri hafa sagt að við vitum að það þurfa að gera breytingar og gerum okkur grein fyrir því. Leikskólakennurum hefur verið tíðrætt að þeir vilja jafna stöðu kennara á leik- og grunnskólastigi. Það er risamál og ég hef verið talsmanneskja þess að það þarf að vera stefnubreyting bara yfir landið allt
hreint í samráði við kennarastéttina og við erum ekki að tala að leikskólinn sé 8 klukkutímar eða 9 klukkutímar eða eitthvað svoleiðis á meðan að börn í grunnskóla eru í mun styttri viðveru. Það er frístund, það er bara allt annað mál. Að fara í mikla kerfisbreytingar án þess að taka þessa umræðu finnst mér erfitt og ég er ekki búin að vera alveg sátt við okkur, ekki bæjarfulltrúar Reykjanesbæjar heldur bæjarfulltrúar á landinu, þar sem að stigin hafi verið skref til breytinga á þessu stigi án þess að efla til sáttar við kennarasamböndin, þá leikskólakennarana og grunnskólakennarana, ásamt viðsemjanda þeirra og fara síðan í kerfisbreytingu. Við vitum að það þurfi, að það þarf. Það þarf að verða nýliðun í leikskólakennara stéttinni og mér er til efs að það gerist endilega með fleiri frídögum. Ég held að umhverfið sé þannig að það er kannski orðin krafa að það sé sambarlegt á grunn- og leikskólar, en það voru fjöldinn allur af leikskólakennurum sem fóru í leikskólakennaranám þegar að var ekki lokað í jólavikunni, ekki lokað í Dimbluvikunni, ekki frí á sumrin eins og var þegar ég var að kenna í skólum. Þetta var að því að þau brunnu fyrir þessu, en staðan er breytt, mjög breytt. Krafa styttri vinnuviku er allstaðar og vinnumarkaðurinn þarf að bregðast í því og þá þurfum við að gera kerfisbreytingu. Það er líka sérstakt að Ísland byrjast alltaf að vera eina landi sem að gengur svona langt með leikskólastigið. Það er kannski flott, kannski er það bara metnaðarfullt og flott, en þá verðum við að horfa til að búa þá til einhvað sem heitir frístundastig innan leikskólanum, er mín skoðun, persónulega og prívat. Ég tala ekki hérna sem bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, en það væri ég að fara að búa þeim til skoðun, ef svo væri. Annað að ég er ánægð með að því flesti þessu máli, það eru kjarasamningar í gangi. Það eru kjarasamningar í gangi sem ganga erfiðlega, það er búið að semja á almenna markaðnum, það gengur ekki eins vel á opinbera markaðnum og þetta þarf að vera samþætt því að við vitum ekki hvort það verður kerfisbreyting, við vitum ekki hvort að menn er að fara að semja meiri frí og ætlum við að gera kerfisbreytinguna korter í samninga. Ég held að við þurfum að láta þetta haldast í hendur, en við þurfum að gera eitthvað, við þurfum meiri nýliðun, við þurfum að laga aðstæður starfsfólk á leikskólum. Þannig að ég kalla bara eftir kerfisbreytingu og kannski ættu við bara Reykjanesbær að setja svolítið metnað í það og vera frumkvöðlar í kerfisbreytingu. Hvernig erum við að manna leikskóluna? Við erum með tiltölulega lágt hlutfall af leikskólakennurum inn í okkar leikskólum í Reykjanesbæ miðað við á mörgum stöðum á landinu. Það er áhyggjuefni. Þannig að ef einhvers staðar ætti að verða kerfisbreyting, það ætti að vera hér. Takk. Valgerður Björk Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, já, mér langaði bara að koma aðeins inn á þetta mál. Tekundi margt sem að bæjarfulltrúi Margrét Sanders sagði, ég var ánægð líka að sjá að það hefur ákveðið að fresta málinu í menntaráð og þetta þarfnast miklu meiri umræðu bara hjá okkur í flokkunum. Mér fannst það, ég veit að var haft svona einn samráðsfundur með einum eða tveimur foreldrum frá hverjum leikskóla, en við höfum ekki fengið að sjá neina fundagerð frá því, þannig að við vitum í raun ekkert hvað umræður átti sér stað þar, út af því okkur langar bara að heyra öll sjónarmið áður maður getur tekið svona stóra ákvörðun einmitt eitthvað sem gæti orðið kerfisbreyting. Fullt af hluti sem við þurfum að hugsa út í hérna líka bara á svæðinu, hvort það sé eitthvað svona öðruvísi samsetning á íbúðum eða vinnumarkaðnum eða slíkt. Þannig að mjög margt sem við þurfum að skoða. Ég held reyndar með og tek algjörlega undir að við þurfum, og við heyrum alveg mikið ákall frá leikskólanum leikskólastjórum og kennurum að það þurfa að gera eitthvað. Við erum náttúrulega að fara að opna fleiri leikskóla og þarf fleira starfsfólk og þurfum alveg að bregðast við því.
En mér skilst reyndar, mér minnir allavega þegar ég var í fræðslur að sko menntaðir leikskólakennarar á svæðinu séu bara svona sirka svipað og á landsvísu fyrir utan Akureyri. Mér skilst að við séum með þriðjung og að það sé bara svipað og á höfuðborgarsvæðinu og víðar í sambærilegu sveitafélögum nema Akureyri alltaf aðeins hærra því að þau eru líka með háskólanám í leikskólakennarafræðum. Já. Jafnvel hærra heyri hérna út í sal. En allavega, bussi frá bara efni tillagnana sem að mér finnst bara við þurfum að ræða betur að þú veist þá þarf þetta bara núna að fara í smá ferli hjá okkur. Ég væri til í að fá jafnvel bara Teams-fund þar sem allir bæjarfulltrúar geta mætt og fólk í nefndum með jafnvel fulltrúum sveitafélaganna sem hafa farið í kerfisbreytingu á leikskólakerfinu núna bara síðastlegu skólaár, heyra frá þeim hvernig hefur gengið og líka að fara í jafnvel meira foreldrasamráð eða að fá að heyra hvað gerðist á þessum fundi sem var haldinn. Þannig að svo bara svona höfum heildarmyndina áður við getum tekið ákvörðun hvað við viljum fara langt með kerfisbreytingar eins og við höfum kannski talað þó að þetta sé kannski ekki sett upp þannig, þetta setta náttúrulega upp 3 tillögur og við höfum ekki kannski, ég hef ekki myndað mér skoðun á þeim öllum þó að mér lítist alveg ágætlega á allavega fyrstu 2 tillögurnar en bara finnst að við þurfum að fá svona heildarmyndina áður við tökum ákvörðun. Takk. Kæra þakki fyrir þetta. Í leikskólum Reykjanesbæjar hlutfall leikskólakennara með leyfisbréf 28% sem sambarilegt og í mörgum nágranna sveitafélögunum en þó of lágt. Reykjanesbæjar hefur þó til nokkra ára stutt okkar fólk til að fara í skóla á vinnutíma og reynt þannig að hafa áhrif á þetta hlutfall, bara þannig að það komi fram. Margrét Þórarins, kjörsveit. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir. Þau verða afsaka, ég hálf raddlaus, en ég vil bara þakka menntaráði fyrir það að hafa frestað þessu. Við erum að fara að taka þarna gríðarlega stórar ákvarðanir eins og kerfisbreytingar og við verðum að velta öllum steinum við. Við getum ekki tekið svona stóra ákvörðun í flýti. Við þurfum að vinna þetta allt saman og fá öll sjónarmið. Þannig ég vil bara þakka fyrir það að þessu máli var frestað. Og ég vona til þess að við getum unnið þetta í sameiningu og velt öllum steinum við og tekið og komist að góðri og sameiginlegri ákvörðun. Takk. Þakki fyrir þetta. Það kemur fram í samantekt málsins að á haustmánuðum þessa árs þurfum við að ráða í 69 störf vegna opnunar á þessum 2 nýjum leikskólum og stækkun við 1 leikskóla, það að segja Tjarnasel og Skólaveg. Þannig að við erum heldur betur að leggja í leikskólamálin hér, þannig að það eðlilegt að forsvarsmenn leikskóla og leikskólastjórar hafi af þessu eðlilegar áhyggjur af mönnun. En eins og formaður menntaráðs fór vel yfir áðan komna fram þessar 3 tillögur sem stýrihópnum var ætlað að koma með hugmyndir hvernig við gætum brugðist við manneklu og leikskólum. Við erum komin í þetta starfsumhverfi sem heitir stytting vinnuvikunnar, þannig að þar eru eðlilegar kröfur þar inni en umræður hér hafa verið góðar frekara samtal út af því að þetta vissulega stefnubreyting. Þannig að við þurfum að taka þetta upp innan stjórnsýslunar og hjá pólitíkinni einnig. Við þurfum líka að kynna þetta efni vel, bæði til foreldra leikskólabarna og til starfsfólks. En þetta eru fínustu tillögur, þessar 3 sem hafa komið fram. Og vil forseti þakka stýrihópnum fyrir þetta góða plagg og þessa mikla vinnu og menntaráði einnig. Þetta lítur mjög vel út en við þurfum núna bara aðeins tíma til að fara yfir forsendum málsins áður en að við hrindum þeim að stað, svo það sé sagt. En orðið laust fundargerð menntaráðs. Það hefur enginn hvatt sér hljóðst. Þeir sem samþykkt geta fundargerð menntaráðs á 24. maí vinsamlegast gefa merki og það samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin að máli númer 6, samþykkt gjaldtöku innviða og byggingarréttargjalds í Reykjanesbæ síðari umræða. Og forseti fylgir hér málinu aðeins af stað en samþykkt þessi fjallar gjaldtöku innviðagjalda á þeim svæðum sem eru deiliskipulögð innan Reykjanesbæjar
eða þegar nýting lóða er breytt og byggingamagn aukið enda eykst á sama tíma verðmæti lóðar. Gjald þetta er innheimt til að svara kostnaði við uppbyggingu innviða þar sem auknu byggingamagni fylgir aukinn kostnaður innviða. Samþykkt þessi á að tryggja gagnsæi og jafnræði milli svæða innan sveitarfélagsins og gera samningagerð vegna uppbyggingar markvissari og í samræmi við áform sveitarfélagsins. Markmið samþykktarinnar er að uppbygging sveitarfélagsins verði í samræmi við áherslur, stefnu og markmið gildandi aðalskipulags Reykjanesbæjar, að land og innviðir verða nýttir sem best og að horft verði til lausna sem styðja við sjálfbærni áherslur sem sveitarfélagi setur sér hverju sinni. Að greiðsla komi fyrir aukningu á byggingarheimildum og eða byggingarmagni og breytingar á nýtingu lóðar svo sem úr atvinnuhúsnæði í íbúðarhúsnæði. Með samþyktinni verður innviðagjald lagt á vegna uppbyggingar eða vegna aukins byggingarmagns umfram 50 fermetra eða breytta landnotkun samkvæmt gildandi deiliskipulagi hverju sinni. Svæðin eru verðlaug í samræmi við aðalskipulag Reykjanesbæjar sem gildir 2020 til 2035 og byggja á söluverði innviða í sveitarfélaginu. Gjaldskrá fyrir innviðagjöld er skipt upp í mismunandi flokka, það er að segja íbúðabyggð, iðnaðarbyggð, verslun og þjónusta og svo athafnasvæði. Sama gjaldskrá á við vegna allra svæða innan aðalskipulagsins. Bæjarráð hefur heimild til að veita undanþágu frá gjaldskráni ef er að ræða breyting á skipulagi fyrir félagasamtök sem starfa í almannaþágu. Gjaldskráin er endurskoðuð reglulega í samræmi við byggingavísitölu og markaðsaðstæður en innviðagjald er innheimt af byggingafulltrúa samhliða öðrum gjöldum við samþykkt á byggingar áformum. Ástæðan fyrir því að Reykjanesbær leggja þetta mál fyrir núna og mikilvægi þess fyrir sveitarfélagið er vegna þeirra miklu og hröðu uppbyggingu sem eru átt sér stað undanfarin ár en einnig vegna þeirra uppbyggingu sem mun eiga sér stað á næstu áratugum. Fólksfjölgun Reykjanesbæjar og til Suðurnesja ár hvert hefur verið gríðarlegt undanfarin ár en íbúar Reykjanesbæjar til að mynda voru 14.907 í mars árið 2015 en í mars 2024 eða 9 árum síðar eru vorin 23.400 tæp sem er 57% fjölgun íbúa á 9 árum sem telst vera gríðarlegt. Öll þessi hraða fjölgun kallar á öfluga uppbyggingu innviða líkt og leik- og grunnskóla en einnig að hjúkrunarheimilum, frístundaúrræðum, menningartengdum starfsemum og svo framvegis. Ljóst er því að við sem sveitarfélag þurfum að fá aukna tekjur til að standa undir þessari miklu uppbyggingu sem gert er ráð fyrir sem að við áætlum að sé 50 til 60 milljarðar á næstu 10 árum og umfram. Fá ef einhver sveitarfélög eru megnuð til að standa undir slíkri stækkun hvað þá þessum mikla hraða. En orðið er laust. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Það hefur löngum verið rifist hjá opinbera geiranum tekjustofna sveitarfélaga og er það ekki skrítið þar sem að ríkið hefur verið í sett lög útgjaldaliði sem detta svo í fangi á sveitarfélagunum. Má það nefna upphaflega flutning grunnskólans til sveitarfélagana sem var vanfjármagnaður og var rifist lengi. Það var rifist, það var ekki talað saman, það var mikið rifist. Síðan var það flutningur málefnum fatlaða frá ríki til sveitarfélaga sem hefur verið risa mál og er ekki búið að sjá fyrir endan á þó svo að það hefur búið að dæla, að ríki hefur sett gríðarlegan pening til sveitarfélagana til þess að jafna bilið þarna sem vantar en ekki náði. Hér áður fyrir dugðu gatnagerðargjöld og til þess að byggja upp lóðir og annað og útsvarið til þess að sjá uppbyggingu skóla og það sem þurfti. Við vitum það öll að skóli var einfaldlega allt öðruvísi hér áður fyrr og það leyti sem að flutningurum verður frá ríkinu til sveitarfélaganna hjá grunnskólanum, þá var jafnvel bara einn skólaritari og núna er orðið gríðarlega mikið annað starfsfólk en kennari inn í skólanum.
mikla stuðnistarfir og þar eru til dæmis skóli án aðgreiningar sem stórt atriði. Þannig að öll uppbygging, alla kröfu breytast. Nú síðast urðum við vör við það, þessar miklu kröfu stéttarfélaga fríar skólamáltíðir. Ríkið grípur inn í, við erum þegar að greiða helling í skólamáltíðum, en það sem var áður, það sem að foreldrar eða forráðamenn að greiða, að þar átt að skipta því þannig að 75% á að koma frá ríkinu og 25% frá sveitarfélagunum, auk þess erum við þetta borga miklu meira. En það er einmitt bara ekki alveg búið að ná endum saman þar og ekki viss hvernig breyting verður á frumvarpinu og er mikil hræðsla hjá sveitarfélögum það að fjármagni dugi ekki sem á að fara í gegnum jöfnunarsjóð. Allt þetta hefur orðið að stórum áskorunum fyrir sveitarfélögin varðandi uppbyggingu. Kröfur íbúa verða meiri og meiri og meiri og meiri. Við finnum það Reykjanesbær hvernig leikskólamál hafa til dæmis tekið miklum breytingum, heyrðum áðan tillögur og sem eru mjög kostnaðarsamar, við verðum að viðurkenna það. Þannig að þar eykst enn á þrýsting hjá sveitarfélögunum og ekki síður að það eru einnig kröfur yngri börn á leikskóla og svo framvegis og þeir sem vinna hjá sveitarfélögunum eru að semja styttri og styttri tíma í vinnu og það þarf að fjölga þá fólki. Þannig að mér líður eins og gamla manninum sem að tauta með og að taka í nefið á meðan að tauta allt sé að fara til andskotans, en það náttúrulega alls ekki þannig. Fólk auðvitað með áherslu á að njóta lífsins, njóta fjölskyldunar, meiri samvera fjölskyldunar sem vonandi skila sér þá í betri afkomendum. Að þessu sögðu þá á ég samt rosalega erfitt með að samþykkja nýja skatta. Nýjan skatt eða gjöld sem við erum að kalla innvið- og byggingagjöld. Við sjálfstæðismenn ætlum að samþykkja þennan skatt svo að það verði ekki tekið eða gjöld. Það er eiginlega betra að kalla þetta gjaldskrá, af því þetta er í gjaldskrá. Skulum segja þetta sé gjaldskrá, að þetta gjald. Það voru önnur sveitarfélög sem voru undan okkur í þessu málum. Kópavogur, Hafnarfjörður og Árborg eru með byggingaréttargjöld. Akranes með gjaldskrá þar sem heimilt að selja byggingarétt. Akureyri býður út eða heimilt að bjóða út byggingarétt við útboð á lóðum. Í Garðabæ og Mosesbæ hafa í gegnum tíðina verið gerðir samningar við landeigendur sem innifalla byggingaréttargjöld og svo framvegis og svo framvegis. Sveitarfélög sem við berum okkur saman við eru með þessi gjöld að einu eða öðru leyti. Við erum á sérstökum stað Reykjanesbær að því leyti til að bróðurparturinn, eða ég held bara hreinlega að ríkið eigi á fáum stöðum ef einhverjum eins mikið að lóðum í sveitarfélagi, landi sveitarfélags, eins og ríkið á hjá Reykjanesbæ. Auk þess eru landeigendur í Njarðvík og Keflavík sem eiga stóran hluta einnig. Þannig að eign Reykjanesbæjar á lóðum ekki mikil. En það eru sem sagt áskoranir og við töldum rétt að fara í svokallaða söguskoðun sem að margir verða ekki ánægðir með. En okkur finnst það mikilvægt í því sem ég var að segja áðan og að við áttum okkur á því að það er áskorun flestra sveitarfélaga, hverjir sem eru í meirihluta, hvort sem að það eru hægri eða vinstri meirihlutar, að það eru áskoranir sem eru í rekstri sveitarfélaga. Við höfum sagt að við þurfum að efla atvinnulíf og auka þannig tekjur með fjölgun vellaunara starfa og fá öflug fyrirtækjasvæði sem að hefur verið unnið að alla tíð, bara síðustu árin enn meira heldur en ef við tökum síðustu 20 árin hefur þetta verið mikið keppi og þau getum þannig ef að afverður
dregið úr hækkun skatta og gjalda á einstaklingu og atvinnulíf eða felltu niður. En að þessu sögðu þá viljum við sjálfstæðismenn í bæjarstjórn Reykjanesbæjar bóka eftirfarandi. Sjálfstæðisflokkurinn leggst ekki gegn því að lagt verði á gjald vegna innviða og byggingaréttar í Reykjanesbæ en gerir hér grein fyrir ákvörðun sinni og forsendum að baki. Í bókun bæjarráðs álagningu innviða og byggingaréttargjalds og fjárfestingaþörf sveitarfélagsins þann 16. maí síðastliðinn segir meðal annars, með leyfi forseta, að því að vitna beint í fundagerðina, það er alveg ljóst að þrátt fyrir að rekstur sveitarfélagsins gangi smám saman betur mun veltufé frá rekstri úr grunn starfsemi A-hluta bæjarsjóðs ekki duga til að standa straum af slíkum fjárfestingum, tilvitnun lýkur. Þarna er vísað til fjárfestinga í nýjum leik- og grunnskólum, íþróttamannvirkjum, menningarhúsum og margvíslegum úrræðum á vegum félagsþjónustunnar svo eitthvað sé nefnt. Við sjálfstæðismenn þekkjum vel að Reykjanesbær hefur lengi glímt við áskoranir vegna mikillar fjölgunar íbúa og uppbyggingu innviða sem sú fólksfjölgun hefur krafist. Á árunum 2004 til 2013 nam fjölgun íbúa í sveitarfélaginu til dæmis hátt í 33% og á árunum 2014 til 2023 fjölgaði enn 48%. Það er því ljóst að fyrirhyggja Sjálfstæðisflokksins í uppbyggingu innviða hefur komið sér vel fyrir núverandi meirihluta en nú þarf að grípa til aðgerða. Skuldaviðmið sveitarfélagsins árið 2009 eftir fjármálahrunið var 396,5% og náði meirihluti Sjálfstæðisflokks skuldaviðmiðinu niður 168% stig á 5 árum, frá árinu 2010 til ársins 2014. Þetta tókst á sama tíma og ráðist var í mikla uppbyggingu innviða, svo sem við gatnagerð í Dalshverfi 2, byggingu hljómavellar, Nesvalla, íþróttamannvirkja og margt fleira. Vinstri meirihluti, Samfylkingar, Framsóknar og Beinna leiðar hefur lækkað skuldaviðmiðið á síðastliðnum 10 árum frá árinu 2014 140% stig. Með mikilli hækkun skatta og fasteignagjalda á sama tíma og meirihlutin frestaði uppbyggingu innviða eða hélt henni í lágmarki. Innviðir sem þegar voru til staðar þegar meirihlutin tók við árið 2014 hafa fyrir löngu verið nýttir til fulls og jafnvel lokað eða þeir nýttir í öðrum tilgangi en upphaflega var ætlað. Þannig hefur meirihlutanum tekist að koma í veg fyrir nýframkvæmdir í innviðum sem nú skella á okkur af fullum þunga. Þrátt fyrir að tekjur bæjarsjóðs hafi aukist 15 milljarða ári og samstæðunar yfir 20 milljarða síðustu 10 ár, hafa skuldir haldið áfram að hækka að krónutölu. Þá fékk sveitarfélagið háar upphæðir úr svokölluðum Magma-bréfum, marga milljarða umfram skráð verðmæti þeirra sem þó dugði ekki til lækkunar skulda en skýrir það að hægt var að byggja Stapaskóla án lánsfjár framan af. Ljóst er að þrátt fyrir mikla árlega tekjuaukningu bæjarsjóðs dugur hún ekki til að standa straum að uppbyggingu innviða. Frekar en áður, án þess að þurfa
án þess að auka þurfi skuldsetningu sveitarfélagsins. Sjálfstæðisflokkurinn styður því þessar aðgerðir sem styðja við lausn þeirra áskorana sem framundan eru. Ef Reykjanesbær ætlar að vera eftirsóttur kostur til búsetu, bjóða upp á góða þjónustu við íbúa, til dæmis leikskóla fyrir börn frá 18 mánaða aldri, byggja grunnskóla, byggja upp íþróttaaðstöðu, styðja við öfluga menningu í sveitarfélaginu og svo mætti lengi telja, þarf að leita öflugri leiða til að sveitarfélagi getur verið sjálfbært til lengri tíma. Mikilvægt er að efla atvinnulíf á svæðinu, auka tekjur enn meira með fjölgun vellaunara starfa og þannig draga úr hækkun skatta og gjalda á einstaklinga og atvinnulíf. Og undir þetta rita Margrét Sanders, Guðbergur Reynisson, Helga Jóhanna Oddsdóttir, Sjálfstæðisflokki. Eitt sem ég langar að nefna varðandi þetta, það er helsta gagnrýnin sem að við fengum í vinnslu vegna innviða og byggingargjalda var að þetta yrði afturvirkt og umhverfis- og skipulagsráð ræddi það einmitt mikið og formaður umhverfis- og skipulagsráðs þekki það. Það hefur mikil gagnrýni komið til okkar og eflaust ykkar líka hvort að rétt sé mitt ár að setja svona gjald á fremur en að gera það áramót. Ég seti þetta svona til umhugsunar og við getum auðvitað tekið þá umræðu síðar og væri gott að heyra í ykkur varðandi þann þátt. Takk. Forseti gerir hér fundarhlé.
Fá ef einhver sveitarfélög eru megnuð til að standa undir slíkri stækkun, hvað þá þessu mikla hraða. Varðandi atriði sem komi fram í bókun Sjálfstæðisflokksins vill meirihluti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar árétta eftirfarandi. Sagt var mikilvægi uppbyggingu innviða Sjálfstæðisflokksins fyrir 10-20 árum síðan. Þessir innviðir voru mjög dýrir og ótímabærir, þar sem hverfið var ekki risið og kostaði okkur mjög mikið. Rætt var skuldaviðmið og hversu vel Sjálfstæðisflokkurinn hefði staðið sig við að koma viðmiðinu niður, en það var alveg skýrt að þegar skipt var meirihluta í bæjarstjórn Reykjanesbæjar var skulda hlutfallið, tæp 244% árið 2014, en í dag 121%. Við tókum við sveitarfélagi í fjárhagskröggum og að segja í opinberri bókun að við höfum verið að fresta innviðauppbyggingu og komið í veg fyrir nýframkvæmdir í mörg ár er einfaldlega rétt. Það sem við vorum á barmi gjaldþrots árið 2014. Veltufé frá rekstri hefur verið jákvætt mörg undanfarin ár hjá Reykjanesbæ sem segir til hversu vel reksturinn stendur undir afborgunum af lánum og fjárfestingum. Þegar horft er til veltufé frá rekstri á hvern íbúa hefur það verið mest hjá Reykjanesbæ undanfarin 10 ár eða fór frá 18.948 krónum árið 2014 í 184.786 krónur árið 2023. Við höfum undanfarin 10 ár ávallt gætt þess að tekjur séu yfir gjöldum ásamt afgangi til framkvæmda til að lenda ekki aftur í þessum erfiðu fjárhagsaðstæðum. Við höfum á sama tíma lækkað álagningarhlutfall fasteignaskatt til að draga úr álögum á íbúa sem er einn af 2 tekjustofnum sveitarfélagsins. Á sama tíma höfum við keypt aftur allar eignirnar okkar á fasteign, byggt skóla og leikskóla og ráðist í stórkostlegar úrbætur sem gríðarleg þörf var á í fasteignum sveitarfélagsins. Innviða- og byggingaréttagjöld eru skynsamleg fyrir okkar sveitarfélag í uppbyggingu til framtíðar og er í samræmi við það sem önnur sveitarfélög hafa þegar gert. Við þurfum að vera sjálfbæri í rekstri til framtíðar og það erum við að gera með þessari samþykkt. Og undir þetta rita fulltrúar Samfylkingarinnar Beinnar leiðar og Framsóknar eða meirihluti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Nú orðið er laust. Þeir sem samþykkt geta samþykktina gjaldtöku innviða- og byggingaréttagjalds í Reykjanesbæ síðari umræðu vinsamlegast gefið merki. Og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Þá förum við í fundar... Ertu að biðja orðið eftir samþykkt? Eftir samþykkt. Ok, ég skal gefa það leið. Gjörðu svo. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir, það var ansi langt hlé og við ætlum ekki að svara þessu, enda kom allar staðreyndir fram og við getum verið sammála hluta bókuninni, þannig að meirihlutin er með, en það rædduði eitthvað á þessu löngu tíma varðandi gildistökuna, eða það kemur ekki fram í þessari samþykkt, gildistaka samþyktana, það stóð bara. Það var án dagsetninga þetta samþykktirnar sjálfar. Þannig að við þurfum þá væntanlega að taka sérstaka ákvörðun eða ekki varðandi gildistökuna. Nei, það er ágæti forseti að það stendur í gögnunum okkar að þá er ekki tekið fram það er ekki dagsetning á gildistöku. Og það eru alveg hefð fyrir því að það eru gjöld sem eru sett á sveitarfélögin, það eru yfirleitt ákveðið sérstaklega frá hvaða degi það tekur gildi. Þannig að við þurfum væntanlega þá bara ákveða, það er ekki bara sjálfkrafa að taki strax gildi og það er mjög algengt að þetta taki gildi áramót, alls konar gjöld og skattar sem eru sett á. Þannig að ég held að við þurfum að ákveða þetta fyrst að það er ekki í gögnunum. Ef það væri í gögnunum að þetta tekur gildi hvað dagur er í dag? 7. júní? 4. júní, aðeins fram á mér, 4. júní, þá væri þetta ekki issue. En það er ekki í gögnunum þannig sett fram.
Já, takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Margrét Sanders. Það er allavega að vitneskju forseta yfirleitt þannig að það er samþykkt þegar það er samþykkt í bæjarstjórn, það er orðið formlegt, þannig að eðlilegt væri að það væri samþykkt hér í dag, 4. júní, en formaður bæjarráðs, bæjarfulltrúi Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir hefur beðið hér orðið. Ágæti forseti. Já, það er rétt. Hér er lagt til að samþykktið taki gildi frá og með deginum í dag. Alveg eins og á við þegar við samþykkjum eins og til dæmis erindisbréf og annað sem við tekið hérna til afgreiðslu, þá eru þau ekki dagsett, heldur eru þau dagsett að vera samþykkt í bæjarstjórn þessa ákveðnu dagsetningu. En hérna, ég ætlaði nú ekki að koma upp til þess að lýsa hérna undrun með þá bókun sem hér var lögð fram. Það er öllum heimilt að leggja hérna fram stutt og hnýtmiða bókun eins og áður hefur verið, sem var kannski ekki svo stutt hjá bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins. En mér finnst það svona skjótaði skökku við þegar að hérna, sko nú eru ákvarðanir og það sem var verið að fara hér í söguskýringa með, það er fyrir minn tíma og kannski fyrir tíma flestra sem hér sitja, og það er ítrekkað verið að tala um það að líta ekki öxl heldur að horfa til framtíðar, og það er það sem við erum að gera með þessari samþykkt. Við erum að horfa til framtíðar. Hér er gríðarleg íbúafjölgun og hér hafa verið færð fyrir því rök af hverju það er mikilvægt að við samþykkjum þessa samþykkt til þess að við getum haldið áfram að vaxa og byggja upp það innviði sem að við þurfum, og það að segja að við höfum ekki byggt upp neina innviði á síðustu árum er bara rangt. Hér eru stórkostlega framkvæmdir í gangi og þú framkvæmir ekki ef þú átt ekki peninga. Mér finnst það bara sem húsmaður, þá veit maður það. Það er hérna, ég ætla að fá sletta forseti afsakið, common sense. Þannig að ég ætla bara að leyfa mér að vera stórkostlega gagnrýnin á þessa bóku sem kom, og ég vona bara að okkur takist að sameinast þetta og við byggjum hér upp til framtíðar svo við getum búið í almennilegu samfélagi þar sem við viljum þjónusta íbúa okkar með besta móti og laða til okkar nýtt fólk, af því ég hef ekki heyrt annað en að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafi einmitt lagt áherslu á það. Laða til okkar fyrirtæki, laða til okkar fólk sem að greiðir hér hátt útsvar. Hvernig ætlum við að gera það ef við erum ekki með innviði? Já, forseti vill aðeins minnast aftur á fundtækja bæjarráðs sem við tókum fyrir hér fyrir í kvöld. Fundi bæjarráðs frá 30. maí, þar samþykktum við í lið 9 málefni kirkjugarða í Njarðvíkur og Keflavíkursókn og það tekur gildi frá með deginum í dag. Þannig að við erum ekki að horfa í það að við tökum það inn áramótin. Það er samþykkt í dag út af því að við samþyktum það hér í bæjarstjórn í dag. Margrét Sanders kemur upp í 3. sinn. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Við samþykktum innviða og byggingagjöld. Við samþykktum það, en við höfum gert lítið að því, mjög lítið, kannski of lítið í kosningabaráttu, þar sem fulltrúar flokkana sem eru nú í meirihluta, fulltrúar frá þeirra framboðum, hafa ítrekkað aftur og aftur og aftur og aftur sagt að það er ekki hægt að gera eitt og annað af því að þið settu bæinn á hausinn. Það sem við erum einfaldlega að benda á er lækkun skuldaviðmiðs sem að er í lögum hversu hátt á að vera og var sett í lög löngu eftir að viðmiðið okkar var komið hærra, að það er það sem við erum bara að gera. Við erum bara að sýna fram á, þetta er krefjandi og að það hafi ekki verið byggt upp. Við erum að byggja núna upp 3 leikskóla. Við erum með börn með sem eru 2,5 árs og er ekki komin inn á leikskóla. Þetta er áskorun. Það er alveg rétt. Við höfum margbent á það og við erum bara sammála því. En ástæða þess að okkur finnst eðlilegt að koma með söguskýringar sem að við höfum ekki nefnt að fara yfir, það er vegna þess að það er verið að taka undir að þetta er áskorun að reka sveitafélag þegar að skipting milli ríkis og sveitafélag er eins og hann er.
nema að við fáum eitthvað brjálaslega mikið atvinnulíf og brjálaslega mikið tekjur. Það er eini möguleikinn okkar. En aftur, ég fagna því að þið bókuðu á móti. Ég mér ekki leita þessa mikla móðgun sem verður vegna bókunarinnar. En við höfum allavega ekki móðgast mikið, við erum bara, þetta kannski fer bara inn annað eirað og út hitt þegar menn tala þið settir bæinn á hausinn. En ég held að þeir sem redduðu bænum frá hausnum og gerðu hana þessu stórkostlega, þessum ársreikningum sem hafa orðið, ættu í raunin að vinna fyrir alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Þetta er bara afrek. Þetta hefur bara aldrei sést á byggðu bóli. Hvernig menn snúa rekstri við. En að sjálfsögðu varða vegna þess að við vorum að koma á hruni. Fjármálahruni. Við vorum auðvitað búin að byggja hverfi sem að vara auka tekjur. Þannig að ég vil aftur vitna í bæjarfulltrúa Hjört. Við getum verið sammála margt en alls ekki allt. Margrét Þórarins. Virðulegur forseti og aðrir viðstaddir, já, ég ætla bara að leggja hérna nokkur orð í belg eftir þessa fjörugu umræður sem hafa átt sér stað hér. Ég virkilega fagna því að við séum loksins komið með innviðagjöld á hjá okkur. Ég hef áður rætt það hér og bent á það á síðasta kjörtímabili að við þyrftum að hefja og taka gjaldtöku hvað varðar innviðagjöld vegna þess að þessar gríðarlegu uppbyggingar sem hefur átt sér stað í sveitarfélaginu og við sjáum það að við getum ekki staðið undir þessari gríðarlegu uppbyggingu á innviðum nema með þessari gjaldtöku og ég fagna því þessari gjaldtöku og við getum þá hafist handa við að halda innviðunum okkar og byggt upp í samhliða því. Takk fyrir. Kæra þakki fyrir þetta. Orðið er ennþá laust lið 6 sem við vorum búin að samþykkja en forseti getur heimilað. Það er orðið loftlaustundinni. Megavika í gangi. Það er ýmislegt í gangi. Og megavika í gangi. Heyri, þá samþykkjum við aftur lið 6 og hann er samþykktur. Nú þá tökum við fyrir fundalið 7 samþykkt meðhöndlun úrgangsnúmer 426 frá 2005 úrsögn fyrir umræða og eins og glöggir bæjarfulltrúar hafa séð þá er sama heiti á lið 7 og lið 8 og það er af ástæðu. Við erum sem sagt með aðra samþykktina í gildi og hin er ný tillaga og við þurfum að samþykkja að hætta með hina til að samþykkja að ganga í hina. Skildu við hvert ég voru að fara? Nei. Í mál... Ég læt það nú opnum gluggan. Það væri mjög vel til fundi herra bæjarstjóra að opna smá súrefni inn í nána fund. En allavega, í þessum fundalið 7 er að ræða samþykkt númer 426 frá 2005 meðhöndlun úrgangs á Suðurnesjum. Samþykktin er í 11 greinum og leysti af hendi fyrir samþykkt sorphreinsun og sorpeyðingu á Suðurnesjum númer 271 frá 1981. Hér er sem sagt þessi samþykkt lögð fram til umsagna til bæjarstjórnar og lagt er fram og lagt er til að við segjum okkur frá þessari samþykkt og jafnframt á sama tíma við samþykktum meðhöndlun úrgang sem er hér næsti fundaliður á dagskrá. Hvað sagði forseti átt samþykkt? Orðið er laust samþykktina frá 2005. Bæjarfulltrúi Trausti, varstu að biðja um orðið? Afsakið þetta. Þeir sem samþykkt geta... Þetta er langur dagur. Þeir bæjarfulltrúar sem... Afsakið þetta. Þeir sem samþykkt geta að vísa samþykkt meðhöndlun úrgangs númer 426 frá 2005 úrsögn fyrir umræða til seinni umræðu vinsalegast gefið merki. Og það er samþykkt með öllum greiddum samþykktum atkvæðum.
Þetta var samt. Nú, við heldum áfram. Nú, strax hér á eftir erum við komin að fundalið 8 sem er samþykkt meðhöndlun. Afsakið. Það er varaforsetinn þarna. Forsetagrun. Afsakið. Varaforsetinn samþykkir og með halda. Kæra þakkir. Nú erum við komin á fundalið 8 sem er samþykkt meðhöndlun úrgangs fyrri umræða. Hér er að ræða fyrri umræðu 9 samþykktina sem tekur við að samþykkt nr. 426 frá 2005 sem við ræddum hér áðan. Nú, samþykkt meðhöndlun úrgangs hefur verið áður fengið hér umfjöllun en hefur einnig farið fyrir umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti sem hefur yfirfarið hana og samþykktina eins og hún birtist af þeirra hálfu. Þessi samþykkt þarf hér að fara fyrir bæjarstjórn tvisvar til umræðu og einnig svo gamla til þess að ráðuneyti taki hana gilda og biður forseti þess að ráðuneyti horfi ekki á þennan þátt. En markmið 9 samþykktarinnar er að stuðla að því að meðhöndlun úrgangs í Reykjanesbæ valdi sem minnstum óæskilegum áhrifum á umhverfið ásamt því að stuðla að endurnotkun, endurnýtingu og efla góða þjónustu við íbúa. Nú, Kalka sorpeyðingastöð sér sorpeyðingu og meðhöndlun úrgangs fyrir sveitarfélögin á Suðurnesjum en samþykktin gildir meðhöndlun úrgangs þar með tali hirðu, söfnun og förgun á úrgangi í Reykjanesbæ en Kalka sér að semja við þjónustuverktaka fyrir hönd sveitarfélagsins. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar fer með ákvörðunarvald og ábyrgð á þeim málefnum sem snúa meðhöndlun úrgangs í sveitarfélaginu en umhverfis- og framkvæmdasvið fer með daglegan yfirstjórn málaflokksins. Nú, samþykktin er í 14 greinum og vísar í ákvæði laga nr. 55 frá 2003 meðhöndlun úrgangs og lög nr. 7 frá 1998 hollustu, hætti og mengunarvarnir. Orðið er laust samþykktina. Helga Jóhanna Oddsdóttir er beðið orðið. Eða ekki. Þeir sem samþykkt geta vísa samþykktinni meðhöndlun úrgangs til fyrri umræðu til seinni umræðu í bæjarstjórn vinsamlega skifið þess merki og það er samþykkt sem betur fer af öllum greiddum atkvæðum. Nú, þá erum við komin að síðasta málin á dagskrá í dag, mál nr. 9 húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar 2024 til fyrri umræðu. Nú, húsnæðisáætlunum almennt er ætlað að draga fram mynd af því hver staða húsnæðismála er í hverju sveitarfélagi fyrir sig, greina framboð og eftirspurn eftir margvíslegum húsnæðisformum og setja fram áætlunum hvernig sveitarfélagið ætlar að mæta húsnæðisþörf heimila bæði til skemmri og lengri tíma. Meginmarkmið með gerð húsnæðisáætlana er að stuðla að auknu húsnæðisöryggi heimilana en sveitarstjórnir fara með stefnumótun húsnæðismála í hverju sveitarfélagi fyrir sig. En í 5. grein laga húsnæðismál nr. 44 frá 1998 segir að sveitarstjórn beri ábyrgð á og hafi frumkvæði því að leysa húsnæðisþörf þess fólks í sveitarfélaginu sem þarfnast aðstoð við húsnæðisöflun. Nú, í húsnæðisáætlunum að finna forsendur fyrir framtíðar mannfjöldaspá, lýsing á atvinnuástand á svæðinu, þar er greint íbúðaþörf, bæði í lágspá, miðspá og háspá til ársins 2033. Einnig kemur þarna fram markmið sveitarfélagsins varðandi uppbyggingu íbúða. Þarna er einnig tilgreint mikilvægi íbúða fyrir fatlað fólk í sveitarfélaginu en í fyrra voru hér byggð 7 hús og gert er ráð fyrir byggingu 7 til viðbótar á næstu 2-3 árum. Í áætluninni má sjá samanburð á áætlaðri þörf, þjónustu og getu en þarna vísa til þjónustu leik- og grunnskóla, framhaldsskóla og hjúkrunarrýma meðal annars. Að lokum að þarna sjá markmið sveitarfélagsins í lóðamálum og fjölda íbúða í byggingu. Nú, orðið er laust húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar fyrir árið í ár. Það hefur engin hvatt sér hljóð, þeir sem samþykkt geta vísa húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar 2024 fyrri umræðu til síðari umræðu í bæjarstjórn vinsamlega skemur merki og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú er formleg dagskrá bæjarstjórnar loksins búin. Fundargerð bæjarstjórnar verður undirrituð rafrænt og lýsi ég því bæjarstjórna. Það er rétt. Forseti biðst aftur. Bæjarráð fari með umboði ef það verði ekki. Nei, við gerum það þá bara á næsta fundi. Það er eftir næsta. Svo afsík. Já,
Aftur byrst forseti afsökunar á loftleysi hér í sal. Klukkan er líka að verða 8, en allt er komið það. Hér þurfum við að afgreiða kæru bæjarfulltrúar flutning á bæjarstjórnarfundi út af því að við ættum í raun og veru að funda aftur eftir hálfa mánuð en vegna afmælis hátíðar Reykjanesbæjar en sveitarfélag á afmæli næsta þriðjudag, þann 11. júní, þá biður forseti hér heimild og samþykki bæjarstjórnar að færa fundinn frá 18. júní yfir til 11. júní. Þið með að sjálfsögðu tjá ykkur málið ef þið kjósið það. Svo er ekki þeir sem samþykkt geta að flytja fundinn frá 18. júní til 11. júní vissulega skefið merki og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú er formleg dagskrá bæjarstjórnar tæmd og fundargerð bæjarstjórnar verður undirrituð rafrænt og lýsi því bæjarstjórnarfundi Reykjanesbæjar nr. 677 hér með slitið. Yes.